1, 2. Yes, sir. Já, við erum komin í loftið. Við erum live. Við erum konir í loftið. Kolbeinn Hörðu, Kristinsson. ég segi bara velkomin að skjánum og gleðilega páska og við erum heldur betur með bara frábæra gest í kvöld. Það er sem hefði nú að öllu réttu hvað átt að vera að berjast í gæri að fyrra dag, Kolbeinn. Hvernig var það? Á föstudaginn. Föstudaginn, 10. Já. Akkurat. En þú meittist á hnýja eða hvað? Já, þetta er liðþóameisli sem eru gömul. Er þetta mikil meðsli eða? Sko, ég er bara búin að hvíla á núna í, alveg slagu síðan og búin að vera, gera nota smá brúsa, Já, svona. Ég fekk PPC 147 og TP 500. 157 og TP 500, já. Já, ég fekk það og það hjálpar oft. Það, ég vaknaði verkjalaus í gær, fyrsta sinni 3 mánuði. Já. Það eru peptíður eða? Já, þetta eru peptíð. Þetta er alveg magnað stöf, sko. Þannig að, Já. þú skilur, Er þetta löglegt? Er þetta over the counter dæmi eða? Sko, ég held að þetta sé ekki bannað. Þetta er ekki bannað. Þetta er ekkert, þú fættir ekki að prófa liðaprófi. Þetta er bara að hjálpa þér megin líka maður framlega meira til þess að gera við því sjálf. Já, sko, PPC 157, ef þú setur á nálægt meiðslum, þá fjölgar að setja ákveðnum viðtökum. Þannig að til dæmis vaxtarhormón og insulin-like growth factor virkar betur á því svæði. Þannig að þú fær svona healing áhrif, sko. Þannig að ég notaði þetta þegar ég reif hamstring við það og það var alveg bara ótrúlegt, sko. Hvað maður recoveraði mikið hraðar, sko. Þannig að vonandi bara jafnar fljótt. Hvenær heldur að þú berjist á allega að færa þetta eitthvað til, er búið að ákveða það eitthvað? Þeir eru eitthvað að tala um að færa þetta, ég veit ekkert hvernig það verður, en ég þarf að berst í sumar. Já. Ég berst í sumar alls með hvað. Og verður það hérna? En líklega, fyrir eftir hvað þeir gera, sko, að þeir halda ekki heima, þá berst ég úti, sko. Já, ok. En ég ætlaði nú allavega að kynna Kolbeinn Iceberg Kristinsson, besti boksari líklega sem Ísland hefur átt. Er það nokkuð vafamál? Það er ekkit umdeilt, held ég. Þú ert með, Margir sem verið tilbúin að stígin í hringinn og láta reyna það allavega. Þú ert með, mann ekki rétt, það er 19-0. Já. Neðu dósigraðar. Já. Og 13 rótök. Já. Já. Og er þetta allt atvinnumannabardagar? 19 atvinnumannabardagar, já. Ok. Og ég barðist svona 50 sinum eða 40 sinum í áhugamönnskunni. Já. Fór þá heimsmeistaramót og undirkeppni Ólympíuleikana og svoleiðis. Já. Þannig að ég fekk bara reynslu, það er bara, fara á móti mönnum sem bóksa sem voru 6 ára, sko, það er. Já. Og ég byrjaði bara 19, ég bara bóksa ykkur 3 ár og keppa háum og það er einhvern gæðis. Þú byrjaði svona seint? Já. Það er málið, sko. Það er kannski þess vegna sem, ég bara enda svona mikið, svo lengi í þessu. Já. Lítið svona verið líkamann og... Ok. Já. Hvað ertu gamall, bara fyrir hlustundur? Ég er 37. Já. Best aldur samt. Já. Það er reyndar alveg Apex aldur, sko. Usyk 38. Já. Usyk er rosalegur. Er einhver svona listi sem þú ert á, svona styrkleikalisti sem er gefin út af einhverjum? Á heimslistanum er ég 60. Já, mitt. 60? 60, já. En þú vannst einhvern veginn það ekki í Finnlandi? Þú hefur verið að lenda í vesinni, Kolbeinn, með að fá bardaga, er það ekki? Það er ekkert eftirsótt að fá að berjast þig? Nei, þetta er af því ég er bara 60 og ég er miklu betri heldur en rankið mitt er. Já, ég vissi það. Þú vannst einhvern sem var mikið ofar í Finnlandi, var það ekki? Nei. Er ég að rugla? Ég hef farið á eftir með bara gæðan sem eru topp 5 í heiminum, bara nokkru topp 5 gæðar. Og ég verið að fá illa með á æfingu og það fréttist, skilur, og þá fæ ég ekki sér tilbúð. Þannig að er þetta eitthvað svona stigasystem, þannig að þú færði ekkert mikið fyrir að þó er myndið hvort sem er vinnaði þar sem þú ert í ekki herra sæti heldur en vitnið. Fyrir þá er þetta svo, áhættan er svo mikil. Já, lítið gein. Græði lítið gein, mjög há þetta, þannig að þeir bara svona ignora mig þáka til. Þáka til að ég geta það ekki. Já, það er svolítið bara, ég þarf að vinna mig upp bara. Tengi við það? Til þess að koma til stöðu til þess að geta ekki ignora mig. En er ekki svolítið, það er nú svona oftar sagt allan að sé rosalega spilling í bóksheiminum. Hefur eitthvað svona tekið eftir því? Þetta er bara business. Já. Skilur, þetta er miklu meira business heldur en íþrótt. Já.
það það, þetta hérna eins og hérna við erum með bardaða núna næstunni, ég hefði Daniel Dubois sem tapaði tvisa frýsug á móti hérna Fabi Wardley, en málið þeir eru með saman promóter sem settið saman. Dubois nýbúin að tapa heimsmeistarabardaga og fá beint aftur heimsmeistarabardaga, það er ákveðt að gerast svona í eðlum heimi, sko, en þetta er bara já, ok, ég er með að báða, ég get borgað x mikið og græði x mikið pening á þessu og svona, skilur við. Það var líka sagt hérna að umboðsmaðurinn hans Tyson Fury sem að var hérna á tímabili held ég hvað heitir hann hérna Spencer Brown. Nei, Daniel hérna Kinahan. Já, hérna sem bara, þú veist, yfir ísku mafíunni, sko. Það var bara mjög stór, sko. Og ég held að hann búi í Dubai, sko, og er yfir hérna, er í einhverju stórum samtökum, sko, og hann virðist bara stýra ótrúlega miklu, sko. Já, það MTK. Já. Og þeir eru með fullt af samtökum undir því, sko. Já. En hann segist alltaf ekki hafa með það að gera, en það er svona ofís að þessi tenging, sko. Nú kom þessi tenging við sátana. Spencer Brown og sátanir, þeir eru með hann núna, sko. Já, það er búið að vera mikið að bardaðu með við til Sáti Arabíu. Já, þeir eru úkslega ríki gæjar sem eru bara, þú veist, skilur, þú lifir eitthvað lífi sem er bara eitthvað fantasía, sko, og svo er þetta bara, þetta verður gett töff, og þeir eru nú pening til að láta allt gerast, skilur. Basically. Þú veist, það kom eitthvað svona vídeo, eitthvað svona fight promotional vídeo, og bara, hvað kjafta er það? Eitthvað svona bíómyndi eða eitthvað. Þetta er bara, þeir eru bara, mér finnst þetta gett töff, gerum þetta. Og fullt af eitthvað jámönnum sem bara, já, þú veist. Þeir eiga bara eiginlega meiri pening að heldur en svona gott fyrir þá, sko. Já, þetta er, þú veist, Usyk er að berast við hérna Ríko Verhoeven, þú veist, fyrir frá pyramidina í Giza. Þetta er besta svona, herru, ég er ógeðslega ríkur og gerir bara sem ég vill, dæmi ever, sko. Ríko var hérna, hann er kickboxari, eða ekki? Hann var bara alveg margfaldur champion í kickboxinu frá Hollandi. Ósigrar í 15 ára eitthvað. Já, einmitt. Það fyrir það árundist þekkið. En á hann einhvern séns í Usyk í boxi? Í þrjálótur á hann séns. Já, í þrjálótur. Alltaf séns í þrjálótur, skilur við. Er hann power puncher sem sagt það? Já. Já, hann er öflugur, sko. Mjög öflugur, sko. En hvernig er tilfinningin, Kolbeinn, að vera búin að, veist, þetta lítur að vera rosalegt andlegur undirbúningur, ekkert síður heldur en líkamlegur, og svo bara dettur út úr, startu að aflýsa bardaganum. Hvernig er líðanin í dag? Við vorum að búast við að fá þig ferskan úr bardaganum, en hérna, hvernig er bara, já, hvernig er andlega hlýðin eftir svona? Sko. Þetta er bara, hérna, þetta er bara svona, já, þetta er enn eitt áfallið. Það er búið að vera svo mikið að setja sér bara ganga á og bara, veist, svona fara úr skeiðis og svona, bara, já, þetta er bara enn eitt setja í skilur. Tekur þessu bara með stóískri ró. Já, þú veist, maður getur ekkert verið að eitthvað að vera í fílu eða vera eitthvað þunglutur í þessu. Þetta er bara, maður bara gera ný plön og halda áfram, sko. Já, það er eina leiðin. En hvernig endaður í boxi? Varstu búin að reyna fyrir þér í mörgum öðrum íþróttum? Þú veist, gekk þið vel, þú veist, í íþróttum yfir höfuð, þú veist, hver er svona aðdragandinn að þessu? Sko, ég var alltaf leið því að krakki, þú veist, í handbolta, fótbolta, marki handbolta, eða fótbolta og eitthvað, þú veist. Já. Svo bara, þú veist, fermingaldurinn og bara nennir maður ekki að æfa, við bara spila töluleiki, eitthvað svona kjátaði, sko. Ok. Svo, ég var, sko, mér fannst því að komast í form og eitthvað sem var að vinna í aðfengum og vinna með Skúla Ármanns, sem eru þetta þá svona fyrstu sem fóð próf á Íslandi. Já. Og þá voru að opna gym hérna upp á Höfða, nýjarleikustöðina, og hann bara, herðu, við viljum opna gym, þú er með langar hendur, hvað á box og getur laðið með eitthvað. Við bara, ok. Mætti að engu og var þar allir stöðin lokaði, sko, í COVID. Já, ok. Skilur, þannig að það er 19 ára síðan, sko. Það er svoleiðis. Þannig að bara, þú veist, að vera bara að boxa, svona, ég er bara húgt, skilur á þessu. Já. Þetta er bara, svona, mér finnst það með bara því að vera svolítið mikið, þú veist, fyrir það sem eru tíndir, skilur, því að þetta gefur þau svo mikið af því að, þú veist, þessu fótbolta, þú ert partur eitthvað liði og þú bara getur að fara á bekkinn eða, þú veist, bara vel lélegur, skilur, það skiptir ekki máli. Þetta er bara, snýst bara sjálfa þig, þú veist, þú verður að byggja sjálfa þig upp og snýst þú veist, tröst sjálfa þig og læri inn á sjálfa þig og allt þetta dót, sko, að þetta er bara svolítið sem fólki vantar mjög mikið, finnst mér, og mikið að strákum sérstaklega á úrlingsaldri sem er svolítið svona út allt, þú veist, þetta bjarga fullt af fólki, sko, fullt af strákum. Ég sammála þessu og ég held líka að því fylgi orðið, þú veist, kallmenni, það er orðið svo rosalega
það verið að fordæma allt ofbeldi, jafnvel líka bara það sem að menn eru að æfa þetta, skilur og þú veist, ekki að gera neinu mein sem að vill það ekki. Já. Þetta gefur sjálfstraust og ég svona lindið því að bardaíþróttir eru bara kenndar í skólum. Ég 100%, ég meina ef allir ekki að slást, var ekki að slást. Ég held nefnilega að það sé svolítið niðurstaðan og ef eitthvað myndi gerast þá eru svo margir sér gripið inn í og menn sem að hafa þeim aldrei sparrað í bóksi eða hverjum sem að þeir eru oft mjög hrættir við það. Það er svona ákveðin barrier. Varst þú ekkert að díla við það að hefur alltaf verið svona tiltölulega kaldur eða maður sér að það eru margir mjög hrættir við að sparra sko. Þú veist, skilur að láta kela sig ekkert eðlilegt, skilur þú veist, fara ekki öllum þínum náttúrulegu viðbröðum einhvern veginn við að boxa, að fara á móti öllu sem náttúrulegt hvernig þú bregst við. Þannig að þú ert að bregðast ónáttúrulega við öllum aðstæðum í rauninni, sko. Svona fight or flight dæmi, þú veist, þú ert að fara á móti því, sko. Já. Alveg svo að horfa á höggin, þú veist, ekki að líta undan eitthvað svona, þú veist. Þannig að þú veist, það sem það koma voða fáir inn í box með það sko, nefnum sér bara ekki stiðblindur sko. Já, það er ekki hjálpað að vera stiðblindur sér satt. Nei, það er sem veit ég segja ef þú veist ekki stressaði fyrir barða, þannig að stiðblindur og heimsku til að fatta það. Já, einmitt. Já, en maður har heyrt alls konar leiðir til þess að, þú veist, eins og ég man GSP, George St. Pierre sem var í auðsíðinu og hann talaði að hann bjóð til annan karakter áður en hann kom inn í hringinn. Og hann svona disassociataði frá sínu venjulega karakter sko. Og Mike Tyson talaði að hann svona breytist. Já, maður gerir það smá sko, þú fer svolítið svona inn í því sko. Hvernig preppar þú þetta? Ertu með einhver svona, ferðið eitthvað andlegt ferðalag? Ekki þannig sko, maður fókusar bara á þá, þú veist, þú bara lokar á alla þögnina, eða allt noisy í kringum skilur, þú veist, það er bara þögnin, þú er þögnin í einn eitthvað, þú veist. Þú veist, það gerist til nokkrum viku fyrir bardagann, skil, og byrjar einhvern veginn bara svona, þú veist, svona útluti, sko. Þú veist, það er meira kannski það, þú veist, að sumir eru, þú veist, fólk er mismunandi, skil, sumir þurfa bara að búa til eitt karakter eitthvað, en... Já, það getur verið að sé svolítið einstaklingsbundið, sko. Hvernig myndir þú lýsa það? Myndir þú sjá að vera meira extrovert eða introvert? Sko, þegar ég svona tweet það er meira extrovert svona típa sko, nú er svona mitt á milli eitthvað. Já. Þú veist, skilur maður geta alveg verið í kringu fólk og eitthvað svona, en maður vil það mest bara vera bara einn og... Já, það er svolítið introvertið sko að vera þannig. Já. Það kannski henda því þá betur að vera í einstaklingsítróð heldur en að vera í hópsporti. Já. Það getur verið sko. Algjörlega. Ég held líka... Hversu mikið, að fyrir ekki þessu verið þetta fyrst bara... Ég hafði bara á hversu mikið, þú veist, þú myndir segja að andlega hliðin væri í þessu, því að sko, nú er misjant sumið segjum sé bara 80% og bara, þú veist, bara sem dæmi, nú er ég var miklu meiri boksaðdáðandi en ég datt svolítið út því eftir ég byrjaði að fylgjast með MMA, en ég fylgist alltaf svona reglulega með. Maður sér suma gauðra sem að fara í gegnum svona orustur sem að bara, manns líkaminn er ekkert endilega gerðu fyrir og það reynir á hið ítrasta hjá þeim á bara viljan og eins og hérna eitt sagði að þú lendir, þetta breytir þér að því leitinu til að þú lendir í því að annarkvort, veist að þú getur þetta eða þú lendir á þeim stað að þið langar aldrei að lendi í þessari aðstöðu aftur. Hvað tengir eitthvað við eitthvað svoleiðis lífsreynslu hjá þér? Ég hef ekki lendið í, skilur, ég veit alveg hvað það meina, þetta er bara svo, svo væld er Fury bardagarnir, skilur, það tók rosa mikið úr þeim og alveg svo Rory McDonald, Robbie Lawler í UFC, skilur, þetta er bara, þeir eru ekki sömu gæðir eftir þessa bardaga, sko. Það er alveg, þannig ég hef ekki lendið í, skilur, við bóksum ekki svona, ekki til þess að, við fáum ekki högg, skilur, það er ekki planið. Nei. Það er ekki treyta, ekkert svona kjaftaði, sko. Það er bara allt clean. Já, þannig að þín strategía er basically ekki að treyta. Já, það er bara ekki að taka óþráður. Nei. Þetta er svona ekki komið í en eigin banniði, skilur. Það er svolítið svona, það sem svona planið er alltaf, bara ekki komið í en eigin banniði. Sem er það, sko, skilur, Þannig að þetta að treyta er svaka riski. Já, það er bara risk, það er bara komin í 50-50, sko. Já. Allt treyti 50-50. Ok. Alveg sama þóttur sitt í betri stöðu, þetta er samt, þú ert að treyta, sko. Já.
það getur bara hvað sem gerst, þú vill alltaf vera í superior stöðu sko. En þú veist, nú ert þú í þungavikt. Hvað ertu þungur? Ég 117, 18 Já, 1,98. Já. Og þú veist, það heldur stingt sko. Og ég nú alveg eitthvað að boksa og það munar svolítið mikið að fá högg frá sko 70 kíló manni og 110 kíló manni sko. Það alveg gífulega munur sko. Smámunur. En það ekki svolítið í þungaviktinu þá líka að ef þú ert að treyta, því að menn geta svona nánast að rota einhvern með bara djabbi sko, að það meira riski að treyta. Það er heldur en það var kannski eins og Eminn sem svolítið léttar en þú veist. Meiri segja það sko, þegar þú ert opnastöðu kýlir sko. Já. Ef þú beintu búin að kýla ertu opnastur, raunin til þess að kýla þig. Já. En það kemur átt, þú veist að slá og eitthvað slæra á móti, skilur það meira bara svona exchange, skilur en að vera treyta, það eru bara báðir að slá, skilur inn í einhvern annan, þá er þetta bara keppni í heppni, sko. Já, einmitt. Við erum ekki að gera það, sko. Okay. Þannig það er þak á því sem mjög lágt, ef þú boxar þannig, sko. Líka í þessum þyngdaflokki sem að sko höggþyngdin orðin svoleið, hún eykst svo svakalega með þyngdaflokkunum miklu meira heldur en hvað þolir sko. Og við sáum þetta bara í gær, það var til miður, minn maður, ég í Prohaska, var nú bara, ef ég að spoila einhverju fyrir einhverjum, þá voru bara að hafa það, hann bara rotaður í gær, hann var með unnin bardaga, gaurinn steig eitthvað niður vitlaust og hnéð á hann og var ónýtt, hann rauninni bara þurft að bíða mér að segja fram að, en hann bara svo mikill, ég veit ekki, vittlaus eða mikill strísmaður, alveg hvernig maður vilt kalla það, en hann bara byrja bara að skiptast á höggum við hann og hann bara rotaður, með unnin bardaga í höndun. Já, þarna í síðan Júri. Já, þetta var bara í gær. Já. Hann hefur gert þetta nokkur sinnum, sko. Já, hann snarhuglaður, sko. Já. Ég datt svolítið inn í UFC, sko. Ég hafði rosa gaman að því. Maður fylgdist meira með boxuna áður, þá var ekki þetta UFC og allt það, sko. En svo datt maður einhvern veginn inn í þessar blöndu bardagaíþróttir og það svo mikið einhvern veginn í gangi, þeir berjast jafnvel oftar, sko. Með svona boxið, það var aðeins dalað í vinsældum. Það verið að koma aftur upp eins og með Usyk. Þetta var þetta á þessu tímabili, þegar UFC kom, þá var Klitschko þungaðarmeistarinn, sem í rauninni bara svæði anstæðingin, sko, bara úr leið. Skilur, þetta var ekki spennandi bara þar. Nei. Og þetta var, þetta að til að hauja og alltaf segja, þetta var að líðundir lok, þannig að þetta var opna í markanum, það var ekki það mikið spennandi nöfnum og bara þarna voru, allir læg en ekki þannig og svo UFC bara með einhverju bomb með sprengju skilur hvað 2010 þetta Gunni og Conor og allt þetta dæmi sko. Conor gerir þetta náttúrulega eiginlega bara, hann svona kannski stærsta nafni sem hefur komið að inn, ég held að hann sé allan að best borgaður sko. En já, maður datt inn í það og undan því þá var það Tyson, Holyfield, Lennox Lewis, þetta var svona eiginlega endirinn á svona ákveðnu gullaldar tímabili fyrir þungavíktina. Svo, varst með Sim Osley og Hauja og Vargas og alltaf þessi sama tíma, sko. Akkurat. Þannig að þetta var alveg, það var rosa sterkt boxtíðanbílna sem smá dó út á það kringum 2010. Akkurat. Og þá kom UFC stertinn. Og meðan voru bara boxar að byggja sig upp áttur, sem orðið núna bara, það miklu meira spennandi að horfa á boxum finnst mér, sko. Ég held að fyrir flesta sem eru kannski ekki búin að vera glíma að wrestla, að þá skemmtilega að horfa á kontakt, sko, þú veist, eða striking ekki kalla það. Og en það voru svona, það búið að fara í gegnum ýmislegt, það var K1, það kickboxið, svo vorum við með hvað er það meina, það var Pride sem var eins og var það ekki Japan eða eitthvað, það voru alls konar svona klikkastöf þar, sko. Já, geðveikt, það var líka, ég elska regluna, sko, olbúa bannaðir, af því að þið vildi ekki að nefnir stoppar á skurðum, sko. Já. Þannig að það mátti sparki hausu út liggjandi. Já, mátti taka sko aukaspyrnu í hausina. Já, það mátti allt, en þú veist, ég vildi ekki að barndar stoppa út á skurðum, sko, eða blóði. Þannig að ég vildi bara róttök. Mér finnst það einmitt svolítið fyndið í þessar reglur, þú veist, það sem eru kannski að berja einhvern, þú mátt sko taka hann í jörðina, þú mátt olbúa hann í jörðinni, þú mátt ekki samt komið svona beinan olbúa ofan á. Það má núna, það er búið að leyfa því, já. En þú mátt ekki hnjáa það á í jörðinni. Nei. Það er búið, þú veist, ég skil, hvaða máli skipti það? Þú mátt hnjáa þig líka mann. Já, en þú veist, ef þú mátt sparka í hausindur og stendur, þú veist, er þetta eitthvað stórkostlega munur, ég veit það ekki, sko. Nei,
Sko ég hef ekki lent í þessum aðstæðum en ég get ekki verið talsmaður það eitthvað, jú það á að leifa þetta og svo ef maður er að hlusta sem bara það má ekkert lengur við erum nú bara að ræða þetta svona í hálfgerðingi sko þannig að þú veist, það með allir hafa skoðun á þessu svo sem já, þú segir nokkuð Ég er líka rosalega svona, ég spái svo mikið svona, þú veist, andlega hlutanum á þessu sem ég var að gera áðan því að sko, mér finnst svo áhugavert að við getum verið með aðila sem væri með sko nákvæmlega sömu bokshæfileika og þú og sömu byggingu en hann væri kannski ekki neitt að því hann væri ekki með, þú veist, hausinn rétt skrúaðan á. Mér finnst þetta svo svona, hver er lykillinn að því að ná eins langt og þú hefur gert, þú veist, ertu með eitthvað þú veist, fyrir utan eins og talar að sóna bara út, þú veist, þú hlýtur þetta því hefur þjálfað eitthvað svona andlega, þetta er partur sem ég hef rosalega áhuga á þegar kemur að þessu. Sko, þetta er svolítið, ég hef alltaf verið með þetta, smá svona, þú veist, að ég útskýrta fyrir daginn, þetta er smá svona, það er aðeins meira svona fokka attitude, sko. Þú veist, þetta er smá svona, þú ert að boksa og ekki berði þig og það er bara, herru, fokka skilur. Það er ekkert eitthvað, vorkið, það er bara, þú veist, hey, fokka skilur, og þú fyrir bara beint á hann, skilur, það er smá svona, þú veist, það er þess að ég veit, ég fyrir bara, ef bardaginn er komin í lótu 6, ég er aldrei að fara hætta, skilur við, þannig að ég veit bara, ef bardagi er í bardag og við komum í 7. lótu, þú veist, ég er ekki að fara að tapa, þú veist, bara ekki leit í heiminn mér að vinna mig eftir 6 lótur, skilur. Af hverju eftir 6 lótur? Hvað er það? Ég er ekki að fara að stoppa. Nei. Ég er að fara að halda áfram og berja þig. Þú veist, þú verður að halda í þig mig, sko. Já. Það er svolítið svona, þú ert læstur inni með mér, sko. Það er þjálfarinn minn segir bara eftir 4 lótur getur ég hvernig sem er í heiminum, sko. Og hvað er það sem að gera það? Er það úttalt, hæfileikar? Er það eitthvað ákveðið element sem að gera eftir þessar ákveðinu lótur? Ég held að það var blanda af öllu. Það er ég var með æfingafélag sem átt að berjast á kortunum líka og hann sagði mitt, þú veist, eftir lótu 4 þá er þetta ömurlegt. Af því að í peysið mér er alltaf bara að hækka bara lótu og ég er ekkert að stoppa, skilur. Hann bara svona, er þreyttur lótu 4 og svo held ég bara áfram og hann er bara að drukkna, skilur. Og það er bara sama á allir barðarnir, svo ég hef með 3 röð sem hætti á hotninu, sko. Sem bara eftir lótu 5 voru bara þeir bara gást upp. Já. Þú veist, það er líka það, 2 lótu 5 og 1 lótu 6. Ég held að fólk skilji ekki, sko, hvað þarf ótrúlega mikið úthald að vera vel yfir 100 kíló og fara í gegnum eina lótu. Ég verið rúm 100 kíló og fara í gegnum eina lótu og maður er alveg dauður. Þetta er fyrstu skipti sem maður var að fara og prófa þetta. Að mig gruna aldrei að þetta var svona svakalegt effort. Þetta er miklu erfiðara að maður hélt. Ef svo hefur léttir þið 5 kíló þá munar alveg rosalega, sko. Ég veit ekki, þú veit náttúrulega það þungur að kannski 5 kíló munaði minna heldur en mig, sko. En, ég tók ekki eftir, daginn verið búin að leta 5 kíló og ég bara, já, ok, gæt. En hefur alltaf verið með gott úthald? Svona bæði og, þú veist, því ég var amatör þá var maður bestur í þýrlótunni sem því það bara maður liggi í gang, sko. Já. Og svo breytist það að vera bestur í byrjun og svo feitaði ég, þetta er bara svona ferli sem bara gegnum, þetta bara vera bara mörg ár, sko. En er þetta að æfa úthaldið eitthvað sérstaklega? Er eitthvað sérstaklega sem þú gerir fyrir úthald? Það sem mér fannst mesti munurinn var að taka Zone 2, Zone 3 bara yfir langan tíma sem er sérst með púlsmannlið, þú veist, það er að bláa og græna sérst á púlsmannliðinum. Já. Og þú veist, taka bara klukkutíma á því non-stop. Menn líka toppa tölvist seint í svona endurance sporti. Sko þegar það er líka að það kostaði svo lítið. Þú veist, að taka þú veist, þetta er botnin á kondísjonu, þetta er kondísjoni sem þú veist, þetta fer inn í recovery og allt það, þannig að ef þú veist að æfa þetta á fullu þú veist, þá verður basically styrki hjarta, styrkir blóðflæðan hjarta, styrkir súrefnis inntöku, styrkir allt, sko. Þetta er svona, og það kostaði ekki neitt. Þú veist, kostaði 20% og gæðir 80. Já. Með þú veist að æfa, þú veist, svo margir að taka spretti og taka eitthvað svona interval og þannig að þú ert að taka, þú veist, þannig að Zone 2-3 ég nú ekki verið mikið í kardiónu svo meira að lyfta loðum bara þannig að það er svona meira low intensity kardió. Já, í raun. Já, þannig að þú veist, þú gerir það frekar í langan tíma heldur hann að taka high intensity interval eins og einmitt spretti eða það er líka einhver rosalega
áhættan á meiðslum, sérstaklega og með eitthvað í hnénu eða er góðin í 120 kíló. Þú veist, boxi púða klukkutíma á svona 3. Já. Skilur það hjálpa mig miklu meira, þú veist, að þá svo verður þú alltaf betri að æfa á þessu sóni. Bara að gera meiri vinnu á sónu þegar hjarta, þú veist, púlsina verður betri. Þannig að, þú veist, þetta er svolítið svona leinitrykk, skilur, þegar gerir þetta ekki. Allir halda bara, þú taka bara spretti og taka bara fullt af hoppum og bara, þú veist, high intensity, allt high intensity. Ég vil að bara sé menn taka svona super high intensity interval í þessu. Það er eiginlega bara eina síðan séð. Málið, þú ert bara góður í því og með að gera. Þetta líka kannski gerir líka minna fyrir myndavélarnar. Þetta ekkert kannski spennandi content. Nei, alls ekki. Sokka á lágum hraða í 4 klukkutíma. Þetta er ömurlegt content. Algjörlega. Þú veist, fyrir ykkur að þætti og eitthvað. En þetta er svo, með allt svona, þú veist, high intensity dæmi. Þú ert bara góður í með að ert að gera það. En allt, þú veist, hitt meira svo langtíma fjárfesting, sko. Þannig að, þú veist, ég tók ógeðislega mikið svona kardió, bara ógeðslega mikið, bara í nokkra mánuði og það bara endist í 2 ár. Ég þarf bara að halda það við. Já. Það er nú byrkt til eitthvað base og svo bara við heldur því. Já, þannig ég bara í óslega góð hormi og, þú veist, ég fór í áramótin. Það fór ég bara, ég barist í nóvember og áramótin fór ég í Þýskalands, að ég 2 heiminum. Fór bara af sófanum. Basically, ég hefði ekkert, þú veist, milli, ég bara eitthvað og ég veist eina æfingu og svo er ég bara komin nýra betur frá minn hann. Þú veist, skilur þetta bara formið bara. Það er heldur gott að vera að æfa með þeim sem er nummið 2 í heiminum. Já, þú veist, bara. Hver er það? Agit KBL. Hann er góður. Þetta lítur að veita er alveg ótrúlega sjálfstraust. Já, það gerir það, þetta er svona, þú veist, ég veit bara að, þú veist, geturlega séð og alltaf, ég er top 10 heim. Já. Þú veist, ég er það bara top 5 jafnvel, sko, alveg arguably, sko. Já. Hvenær ertu að fara að fá barda í top 10? Það er bara pæli, það er spurningin, skilur. Já, það er stór spurning. Það er sko líka þegar ég er unsigned og er, þú veist, er svona on the fringes að því að, skilur, þetta er áhætta, skilur, þá er alltaf erfiðar sem ég að komast inn. Það er svona væri ekki að veit ef við barist heima í gær og geta barist bara heima, þú veist, og vengið, þú veist, fjármagna rísa barda, sko, og geti bara fengið nöfnin sem ég vil hingað heim og berjast mig. Er boxbannið, er það alveg farið eða hvernig, sko, hvernig farið í kringum þetta? Sko, svo lögfræðingin útskýrir þetta, þá er raunin ekkert boxbann, alltaf boxbann. Nei. Þetta er, þú veist, það eru boxlög sem voru 1956 sem, boxuðu bara, bannaðu box bara kaputt. Allt, hnefalega bannaði að hanska, bannaði að búða, þú veist, það bara allt bannað. Já, eðlilega. Og svo kom reglugerð 2002 sem leyfði áhugamann hnefalega og leyfði, þú veist, búna og allt þetta mig. En það, þú veist, það er ekki sér lög atvinnu hnefalega. Það er bara hnefalegar. Þannig að, og þetta er smá svona, ef að þeir ætla þá að banna atvinnu hnefalega farið reglugerðina á 1956 og reglugerð trompar, lög trompalega reglugerðir 2002. Þannig að ef þið farið í lögin þá eru þeir að banna allt box. Svo líka í rauninu önnu nálgun á þetta sem að er sko atvinnufrelsi. Já, það sem koma eftir þessi lög sem er líka, þú veist, þannig að sem er, þú veist, með smáríkið okkur það er, þú veist, ég gerðum erfitt fyrir að opna og erfitt alltaf, þú veist, svona tankast í þeim en það með ekki bannaði maður því að það er brotið á, þú veist, stjórnlagar frumvarpinu eða eitthvað. Ég veit það ekki, ég er ekki mikið fyrir svona reglugera fargan og lög og vera að banna hluti, það er svona, ég er alveg séð á móti, sko. Ég held líka að sem ég vont fyrir Ísland að sé svona lög sem eru ólög, sem menn fylgja ekki. Þetta er náttúrulega til þess fallið að menn missi virðingu fyrir lagaramannum. Það ert með eitthvað konar ólög sem allir vita eru ólög, svo bara farið fram hjá þeim, þau eru ekki skilur eins og með þetta smáríki og hnefalegana og svona. Þetta náttúrulega eykur lögleysu. Svo er þetta líka bara svo mikið steypa að því að þú ert með hnefalega, ég til dæmis var að flytja þegar ég var 13 ára, það ekki bóksbúða með mér frá Flórida heim
Ég sagði að þetta var í karatepúði og þá var það allt í lagi. Þú voru með boxing og svo var að glíma í þessu. Já, sko. Já, akkurat. Sko löggan að saga þetta sundur. Bara neina, við erum að glíma. einhverja japanska stafi á bóksbúðar. Þetta eru bara svo kjánarlega lög sko, það er svo ótrúlega mörgu leiti og þú ert með taekwondo og þú ert með karate og þú ert með judo og þú veist, sambo þessuna sko. Þú ert með MMA-ið. Já, það er að fara að banna þetta er svona, einmitt, það skrítið að sé ekki búið að fellið og gildi en þetta var alveg heitt tekist á þetta á sínum tíma sko, þú veist, Vinstri grænir þeir vildu banna allt ofbeldi, Kolbrún Halldórsdóttir þannig að gráðara þannig að hann brjáluð Fóraði sikkin alveg í sko. Þetta er samt svo kjánalegt sko, alltaf banna ofbeldi veist. En þetta er ekki ofbeldi. Nei, þetta er, þú veist, enska orðið violence, skilur getur, ef notað fyrir nefnilega fyrir box, en ofbeldi er allt annað orð það þýðir allt annað þú veist, það er ofbeldi það er, þú veist, þá er þetta þú ert að beita of miklu afli gegn einhverju sem minnumóta, skilur það er basically það sem að þýðir, ofbeldi skilur, að þú veist mér finnst það vanta konsepti yfir þetta ég er svolítið pælt í þessu vantar annað orð sko. og líka þú veist sjálfsvörn ofbeldi, nei, í rauninni ekki út frá þessari skilgreiningu sjálfsvörn er ekki lögleg Íslandi. Ég held ástæðan fyrir því sjálfsvörn er ekki lögleg nei, sjálfsvörn er ekki lögleg ef það er ráðist á þig og þú verði þá getur þú verið kærður fyrir líkansrós já, og þú mátt bara í lögunum verja þig þú mátt bara beita sama magni á afli og viðkomandi beitti þig þetta eru stór furðuleg lög sko sem er rosalega opið til bara galið, þú veist ég sá dóm einhvern tímann sem voru 5 einstaklingar sem réðust á 1 það var náttúrulega 10 hendur á móti 2 sko og hann tók vasanhníf og stakk einn í læri til þess að komast undan þau voru náttúrulega bara að berja viðkomandi í spað og það var í rauninni eina leiðin sem hann hafði í þessari stöðu og þeim tíma til þess að komast undan og hann fekk bara þokkalega þungan dóm fyrir þetta sko og manni finnst einhvern veginn öll sjálfsvarna löggjöfin og allt sem að henni kemur verður bara svo stórkostlega galinn. Þú hefur ekki rétt á því að verja þig og ef einhver lemur því í köku þá fær hann kannski mánu skilorðsbundin. Það er, þú veist, engin lög fyrir húsvend heldur, eða ekki stintíðin. Þú veist, ef lefur manni stöppu ykkur í stintíðin, þá er þú bara farið úr dóm. Mér finnst eiginlega bara einhver brýst stintíðin, þá áttu bara að hafa rétt á því að bara taka hann á lífi já, ég er bara að skjóta hann sko eins og ég bandar ekki að meira þannig flestu fylgjum meira þannig ef það kemur einhver inn á heimilið þitt og með börn á heimiliðinu og með byssfiliði þá auðvitað áttu bara að fá að skjóta viðkomandi já, allavega þú veist, miða á hann byssunni og segja, þú veist vextu niður og ég meina ef hann sýnir ógnandi hegðun þú með barn og konu, ég meina af hverju ættir ekki að geta nútrúlæsa hættuna algjörlega og tók sem dæmi, þú er kannski með stelpu og koma 2 innbrotsþjófarinn og hún má ekki verja sig hvernig á hún að verja sig, hvernig á hún að beita sama afli, hún hefur ekki möguleika á því mér finnst svona ekki vera pælt í þessu ég held að Íslendingar séu með eina lélegustu sjálfsvörnar svona löggjöf í heimi mögulega er þetta ekki bara þetta er alltaf friðsalt land sakleysislög sko svona, þú veist það er nú að breyta slagsmál, þú veist, þú voru bara þú veist, þá menn fór í gólfið og var það búið það er ekki þannig lengur það var bara, þú veist, ég held að sé bara svona eftir á með þannig, þú veist, það er bara lögin eru fyrir gamlan tíma við þurfum, það er svona áhugavert að taka sjálfsvarnarlögin því að það er nýlegt dæmi hér á Spáni þannig sem ég glemdi nú að segja að ég er ekki í stúdíóinu en þá var eldri maður sem að hafa með haglabyss á heimilinu sem var ekki með skráða og sem sagt að braust inn til hans maður frá Marokkó með keðjusög var á ógnunum bara sem hann þekkti ekki neitt og hann skaut hann og hann átti bara yfir höfðu sér lífstíða fangelsi þangað til að þeir urðu eiginlega bara láta undan eftir að bara það stendi bara í stríðsástand í mótmælum eftir þetta. Spáði því, hann ræðst inn til maður með keðjusög. Veistu hvað? Hvað átt að gera? Er þetta lýsandi fyrir ástandið á Spáni eða? Ég held að fæst orð beri minnsta ábyrgð akkurat núna. Það gæti verið það er ágætt það sem ég er en það gæti verið mun betra annars staðar orðið það bara svoleiðis Hefur eitthvað já, halda áfram Jón ég ætlaði svo bara aðeins að snúa að Kolbeini aftur að því að þú ferð 19 ára í
box, varstu búin að fylgjast eitthvað með boxi á þér eða var þetta bara svona algjörlega úr lausu lofti gripið það? Já, eiginlega, ég spilaði Knockout Kings Nintendo því að úr 2000 þannig að ég tekti, Tyson og Lennox og Ali og bara frá því, sko. Þá var ég miklu meira að fylgjast með UFC-inu þá, Chocolate Dell og Frank Shamrock og Tim Sylvia, þessi gæjar voru á þeim tíma, sko. Ég var miklu meira að horfa á það, sko, en bara let's go, skilur við. Og hvað, ég kefti fyrst sama ár og ég byrjaði að æfa og Íslandsmeistari 2 mánuðum seinna. Fékkstu mikið atvinnu eða svona áhuga manna barðum ætli að segja hérna heima? Ekkert frábærlega mikið, sko. Nei. Heildina, 15 kannski heildina. Já, það er nú ekki margir sem eru 120 kíló og 2 metrar á hæð. Nei, það var í Keflavík voru þeir að flytja inn, það voru svo mikið, það voru Danir að koma 2 þessu ári. Það var ekki bara það þar. Og ég boksaði við alla strákana sem voru að boksa heima í þungaöktinni, bara einu sinni. Og svo boksaði ég við útlendingana sem komið. Ef það nær 15 þá er það alveg ég held til að hæpja hana við 15, sko. Já, mér finnst þetta áhugavert, segir að það byrjar í þessu 19 ára og lístri að hafi verið svona frekar týndur á þessum tíma sem einstaklingur. Já, þetta er svolítið sem ég á bara að gera eitthvað. Mér finnst, sko, ég hef mikið verið að velta fyrir mér svona einstaklingshyggju í samfélaginu í dag og svona að menn, að einstaklingar hafi kjark sjálfstraust til þess að standa með sjálfum sér og eigin sannfæringu því það sem þeir trúið að sé rétt fyrir hópnum, skilur. Og ég held að það sé mikil vöntun á því og þú nefnir á hann, að þetta er einstaklingsíþrótt þar sem þú sjálfur berð ábyrgð á sjálfur, þú ert ekki partur af einhverjum hóp og eitthvað og ég held að, og þú nefndir sko að vanti þetta element, ég held að sko, og ég sammálaði og ég pikkaði þetta upp á hann, ég held að þetta element vanti sárlega í Íslands samfélag eða þess að fleiri einstaklinga sem að þora að skera sig út úr hópnum og segja þetta er, þið trúið þessu og eitthvað svona, þið viljið fara í þessu átt en þetta er mín sannfæring, ég trúi því að þið séu að fara í vitlausa átt. Af því að fleiri menn sem eru til í að standa með eigin sannfæringu þó að kosti á. Skilur hvert ég er að fara? Og mér finnst, ég pikkaði þetta upp að því mér finnst þetta áhugavert, þarna færð þú einhverja leið þar sem að, mér finnst þetta hljóma eins og þar sem að þú einhvern veginn verður eitthvað svona self-realization, þú verður einhvern veginn að einstaklingi út úr krátinu sem stendur fyrir einhverju, sem trúir á eitthvað og er með eitthvað svona skýrt vision, verkefni, ætlar að gera eitthvað bara sérði eitthvað takmark og ætlar bara, ég ætla að ná því og ég held að þessa hugsun sárvant og punkturinn er, ég held að samfélagslega þá viljum við ekki þessa hugsun, við berjum hana niður og það þurfa allir að vera einhvern veginn með í samfélagum, menn er svona aldrei upp í þessu og Mér finnst þetta að vera einmitt svolítið svona hyperfeminization á society, ég held að þessi partur af þessu og þessu svona óðbóðslegu fyrirlitning og kalla allt óðbeldi sem er ekki óðbeldi að vera mótöldum barða í þróttum, að vera mótöldar í kallmennsku, að vera mótöldar í testosterónu, að vera mótöldar í vöðva í þróttum, skilur hefur þú tekið eftir þessu? Sko, ég meira tekið eftir þessu frá köllum sem eru ekki þarna. Það er miklu meira þannig að einhverjar konur og mér finnst það ekki vera máli sko. Einhverjar konur að tala niður kalla sko. Þetta er mér aðri kallar að tala niður kalla til þess að þeir verið competitive konunar miklu meira eitthvað þannig sko. Ég held þetta snúst líka bara með einstaklingi sko, ef við bara tökum burtu kyn og við séum kallmenn eða við séum hægri menn eða vinstri menn, ég er að tala bara ég sem einstaklingur trúi á eitthvað og ég ætla að standa með því sem ég trúi á þrátt fyrir það hvert hópurinn að fara. Veistu hvað ég meina? Ég held að eins og þú lýsir, ég hef enga reynslu á bardagíþróttum. Bara þín eigin leið í lífinu. Já, og en það sem þú lýsir finnst mér vera einhver leið úr fjöldanum, úr hjörðinni yfir í að vera einhver einstaklingur sem stendur fyrir einhverju og ég held að það vantir sárlega fleiri svona leiðir fyrir unga menn, af því að það sem ég sé núna, það eru fullt af ungum mönnum sem að upplifa það að samfélagi séu á leiðinni í kolranga átt og svo eru aðri gaurar á netinu sem eru búin að pikka það upp
sem eru samt með sko, og þeir eru búin að kóla bullshit á allt saman á það sem er í gangi og það er þetta manosphere, þú veist, Andrew Tate gaurarnir og eitthvað svona sem eru samt sem aður, þeir eru líka að selja bullshit, skilur þú ert ekki að, þú veist þú upplifir kannski, ef þú ferð bara að fylgja þessum gæði, þú upplifir og þú sért bara nú er ég að brjóta mig út úr krátinu, skilur og standa með þessu, en þú ert náttúrulega bara að fara í bara annað hörd, skilur og þú ert alltaf að sleppa við það að horfast í augu við það hver þú ert sem einstaklingur ef þú Þú ert að tala basically að þeir eru alltaf að finna sér eitthvað krát til þess að tilheyra en þeir eru aldrei að skapa sjálfa sig. Og þetta er bara jafnvont hvort þú sem þú bara byrjar að skilgreina þig sem feminista eða andfeminista eða hægrimann eða vinstrimann eða pírata eða whatever skilur. Þetta er allt flóttalegir bara til þess að bara þú vilt ekki horfast í augu við það hver þú ert. Þannig að þú tekur upp eitthvað svona og hugsa sjálfstætt. Ég held að eina leiðin út úr þessu sé einstaklingshyggja og ég held að góð leið inn í einstaklingshyggjuna sé eins og þú líst, þú veist þess að bara pikka þetta upp, mér finnst þetta áhugaverð, ég var alveg til að vita bara svona hvernig þetta ferli hafi verið hjá þér frá því að þú byrjar að boksa sko, að þú væri til að hvernig hefur þið breyst sem einstaklingur? Sko þetta er smá svona, ég hugsa þetta síkast sko, þetta hefur verið, þú veist, ég pæli bara frá því ég var krakki sko. Mér langaði aldrei að vinna á okkur í skrifstofu, mér langaði aldrei að vera í ykkur vinnu, ég bara, það var þeim bara og svo þegar maður, þú veist, orðin eldri og þú veist, þurftur að fara að vinna og ég hata alla vinnu sem ég var í, ég þoldi ekkert bara, og maður í skóla, ég bara, guður, þú veist, hvað er að gera maður, þú veist, það er, þú veist, ekki það skóli, maður stil áhugavert í skóla og læra allt svona dæmi, en það er bara þessi, þú veist, að vera að gera þetta, mér fannst það bara, þetta er þetta er ekki það sem ég vil gera, þú veist. En þú verður ekkert að gera þetta skilur, til þess að lifa þú verður að fara í nám og verður að fara í skóla verður að vinna og til framleita og svo komin á boxið þá er bara þetta er sem að gera að ég var einhvern veginn alltaf búin að sjá fyrir mér að ég yrði hérna yrði ykkur World Terms Athlete skilur, þegar maður krakki í svona dagadrauma skilur sem það er einu dagadrauma sem fóru aldrei almennilega úr einhvern veginn hausnum sko. Þú veist, og svo kom ég bara fyrir þetta bara, og þetta er þess að gera ég ætla bestu í með þessu Varstu leið og þú byrjaðir, varstu þá farin að hugsa ég ætla að vera betur en það allir aðrir eða þú veist, eða svona kemur það smá saman og þú hafir hæfileikana til þess sko, ég hafði enga hæfileika til þess að Nei, okay. Það var ekkert ég var ekkert gott gefin talent í þessu sko, það bara allt earned bara hver einasti sentimeter er earned sko. Það er svoleiðis. Það bara, ég hafði ekkert komin, ég var bara overweight, einan sem ég var stór, skilur, ég hafði lélega samhæfingu, ég var allt lélegt, ég hafði að vinna minn fyrir öllu sko. Þannig að, og tók bara mörg ár, en það var samt bara 3 mánuði inn, þá var ég farin að taka aukaæfingar og vera klukktíma lengur og vera að taka mig á sko. Það var bara, þetta er það sem ég vildi gera skilur, og svo bara vinna eitthvað með þessu og svo bara svona, ég nefnir þessu ekki skilur, ég vil bara vera að gera þetta. En eins og þessu stað sem þú ert núna í atvinnum neðarleikum hvenær fer þetta að vera alvöru peningur? Er ekki svolítið erfitt að framfleyta sér, hvað er svona thresholdið, hvað þarf að vera komin hátt til þess að geta framfleytir? Sko, ég er bara á á þessum sem skilur ég er bara sko, það er bara eitt barðar og þá er þetta komið þá er ég komin á berst þessu stóru körtum eða fá þetta heim honandi. Já, það var geggjað. Ég var að hlakka mikið til að sko fara og sjá bardaðan sko, en það var reyndar svolítið lítið venjú sko Gamla bíó, ég hugsa að það geta selt í sko miklu stærri stað. Það var, hugsunum var ekki að hafa það lítið þannig að það getur ekki feilað og svo er historical dæmi, fyrsti boxviðburnu var þarna sko. Já, það er málið. Já, en ég veit ekki að það Gamla bíó er rosalega bókaðir venjú sko, ég veit ekki hvort þið fáum hann aftur bara þessu ári sko. Nei. En eru meðan bókaðan á 100 ára afmælinu, Njávíka. Ok. Sem er 2 ár. Sem er 2 ár, já. En svo hefur verið, Davíð Rúnar hefur verið með Iceboxið, sem hefur yfirleitt held ég alltaf jafnvel í Kaplakrika. Ég nú farið það mjög vel að því staði, sko. Já.
þannig að þú veist, það var líka option event, sko. Já, það hefur verið alveg bara komið ógeðslega óvart sko. Þannig að það líka eitthvað annað dæmi sko, maður, þú veist, og ég segi þetta sem ég engin sérstakur áhuga maður bardagíþróttir en svona maður sem bara horfa á alla Gunnar Nelson bardagana skilur með strákunum og eitthvað svona, en að sjá svona einhvern Íslending vera að berja á einhverjum erlendu gauskilur svona, það bara eitthvað, þú veist það bara eitthvað beautiful við það sko að þarna, þú veist, þegar þetta er þannig þá getur þú trekt að góminn sem að ekki djúpur í þessu líka, bara fengi hann sem að horfir eða veit lítið þetta sko, en bara elskar bara að heyra þetta bara, veist, það bara mín maður skilur upp á sviði. Já, sem er mjög skemmtilegt sko og þetta er alltaf þetta element sem við höfum með þessi Íslendingar þegar við erum svo fá sko, það var bara svona maður sá þetta líka rosalega mikið í kring Gunnar Nelson þegar hann verið stór hérna. Já. Hann fekk alveg svakalegt support sko. Alveg rosalega. Mér veist Ísland og Finnland rosalega svona lík samfélag. Því ég var rosa mikið í Finnlandi því að var æfa með þá strák sem var á topp 10 heiminum eitt 2 árum úti í meðanum en sko samfélagin eru rosalega supportið þegar gengur vel drulla yfir þig heldur betur þegar það gengur illa sko. Það afbrigði sem í minni samfélögum sko. Það er svo menn eru alveg tilbúinir að benda á þig og fokkar upp sko. menn býða með það bara með kúluna í byssunni bara tilbúinir sko. Helvítist tussur bara þú veist, þú varst alltaf það góður Það sá þetta rosalega þegar Gunnar tapaði fyrsta skipti sko, fylltist allt bara, hann var aldrei það góður greinilega og eitthvað svona kjaftaði, fór alveg svona í taugarnar og svona ákveðnu típum sko. Þú veist, þá hann gekk vel, maður tók alveg eftir því líka sko. Þú veist, hann var að tapa og hann vann eða eitthvað svona það er skilur svona öfundsýki sko. Þetta er það sko, þetta er rosa afbrýðisemi. Maður hefur tekið eftir því sem svo varst að tala áðan líka að svona feminin kallmenn og menn með lágt sjálfstraust sko, þeir eru alltaf að finna eitthvað að hinum sko sem að gengur vel eða eru búin að ná árangri, eru búin að vinna titla og svo framins. Sér svona öfundsýki sko. Það er svona öfundsýki. Já. Og reyna að rífa þig niður á minn, þannig ég lítið betur út sko. Algjörlega. Þetta er svolítið þetta er meira meini heldur en eitthvað svona eitthvað svona lið að mót öðrum, þetta er bara einhverja típur sem að fá mikið traksjón skilur. Tekur eftir einhverju svona í þessu svona hvort sem hafa umræðir nefaleika samfélagi eða bara bardagíþrótta samfélagi hérna heima eða svona einhver svona baktal, baknag, eitthvað svo leiðis. Við erum ekki verið að reynskil, það er sko, með atvinnudótið, eina sem ég heyrði af neikvæðu var úr nefaleika samfélagin sko. Fólk að tala drutt yfir þetta, ég heyrði ekkert út annars staðar frá. Allir supportive, en svo heyrði maður baktal úr nefaleika samfélaginu, sem er svolítið svona eins og hvað? Bara, þú veist, hvað þetta má ekki og þú veist, þeir bara brjóta lög og brútjus eitthvað hálfvitar þetta og eitthvað svona, þú veist, leiðilegt allt sko, svo svona, ok, þetta var spes. Brjóta lög það í samhengi við það að halda viðburði. Þetta er svona, í staðir er bara, go for it maður, let's go. Maður hafði haldið að það væri svona hagsmunir þeirra sem væri innan nefnilega sko. Ég myndi halda það en þetta er smá svona að þú veist bara, ég veit hver er að baktala mig Þetta er svona sem menn væru þurfum ekki að gleyma því þegar það kemur eitthvað annað sko. Þetta er svona menn væri á KSÍ að kvart undan því bara þú verður bara að halda fótboltaleiki sko, skilut ekki sko. Geta ekki bara gert þetta heima á sér. Það er ágætt að vera, þú veist, nálægt að vera heimsmeistari í bóksi þegar þú tekur á liðin sem er búið að gagnrýna þig. Ég held að Sverrir hafi verið svolítið að ýja því áðan með bardagíþróttir að nú eina liðið sem að sér vera í rauninni á móti þessu er fólk sem hefur aldrei stundað bardagíþróttir sko. Það fólk heldur þetta sé bara eins og við vorum að ræða það heldur þetta snúist bara ofbeldi og vera lemjandi hvern annan eitthvað svona stjórnlaust, þau fatt ekki hvað þetta kennir þér sjálfa þig sem bara einstakling. Ég get til dæmis lýst bara þegar ég fór fyrst sko, ég labbaði inn í jiu-jitsu að æfa MMA með honum Ingþóri á Akureyri sko, og ég gleymi því aldrei hvað ég kom staði, hvað ég var í mikil tussa andlega þá sko. Þetta herti mann svo ógeðslega mikið sko, þetta breytti mér algjörlega sem einstaklega, ég var í sín okkur ár MMA og
Og þetta bara, ég hef séð unga drengi fara inn í svona og þeir breytast bara sem einstaklingar að fá hennan aga, aðhald, félagskap, aðila til að líta upp til. Hver er þín reynsla með svoleiðis, bæði jafnvel með sjálfa þig og svo kannski að sjá breytingar á einhverjum öðrum sem koma úr slæmum aðstæðum eða eitthvað svoleiðis? Þetta var einmitt þessi voru að tala um áðan, sko, að því ég var líka verið svolítið í Svíþjóð, þar, og í klúbbum og þá voru þeir að segja mér að klúbbarnir eru staðsettir oftast í vestu hverfunum, boxklúbbarnir. Af því að þeir fá þessa stráka, þessa innflytjendur, þessa stráka sem eru, þú veist, foreldrar eru innflytjendur og þeir eru bara fyrsta kynslóð innflytjenda í landinu og þú veist, þetta er ósað mikið svona gengja, þú veist, þeir eru bara, þú veist, það er hægt að gera eftir skóla, þeir eru bara eitthvað svona gengjast, skilur, og eru bara hér og þar eitthvað svona, svo heima við kringlunni, eitthvað svona í BSI BSI eða eitthvað svona, skilur en þeir fá þá í gimmið þeir fá þá til að boxa og þú veist, boxalarnir eru bara fáum við 10 stráka við erum ekki að bjarga um öllum en við verðum fara að bjarga kannski 2 bara til langtíma, þú veist, bara í lífinu en við höldum þessum 8 í 10 ára viðbót áður fara að vera glæbmenn, skilur eða bara eitthvað að fólk, skilur þeir taka það af götunni í svona langu tíma og ná að bjarga 2 þetta er bara það sem þeir eru að gera bara endalaust, skilur svo er ekki bara allir strákar sem eru góðar að boxa í, sem eru í landsliðanum í Danmörku og Svíþjóð og eitthvað svona, þeir eru allt bara, frá með Íslandum, skilur fyrsta önnur kynslóð af innflytjendum. En heldur að sé ekki eitthvað, þú veist, meira baka, ég meina þetta er að koma með fólk sem er að koma frá allt annarri menningu, miklu meiri hörku og margir sem er að flýja er að koma frá stríðsátökum ofbeldi fyrir þeim er allt öðru sér heldur en ofbeldi kannski fyrir einhverju sem að þú veist, fætur uppalinn í Garðabænum sko. Þetta er ekki það sama það er ekki það sama en svo kemur þetta og passar ekki inn talar ekki tungumálið eða talar bjæga tungumál passar ekki að vera inn fyrir skólan eitthvað svona og hvað gera svo eftir skóla skólinn er búin 2 eða eitthvað eða 3 og frá 3 til 10, hvað er það að gera? Það er vinniðinum og kemur eitthvað svona hópstemming og þá er bara, spörkum mér að glugga, brjótum þetta, gerum þetta skilur við. En svo í VPC Kópavogi, þar eru strákar mitt sem voru í svona hópum sem eru komnir í gimmið og eru þar og svo koma vinir þeirra, koma að æfa líka. Má ég bæta inn í þetta? Það er kjarra í VPC. Kjarra í VPC, það eru fullt af strákum, það eru strákar þar sem eru, frá Íslandi, sem eru bara, það er duglegast að liða í gimminu, sko. Mikið af pólverum líka og svona frá Austur-Evrópu. En maður bæta einu við þetta, að þegar þú nefnir að þeir eru í hópum og þeir eru að gera eitthvað svona í hópum og þegar þú ert í hóp og ert að gera eitthvað í hóp, þá hverfur ábyrgð, þá hverfur sannleikur og við erum bara að gera þetta saman, skilur eitthvað svona. Og þetta er náttúrulega, svo er hægt að gera þetta á bara makróleveli, á stærra leveli, heldur það er bara eitthvað svona gengi. En mér finnst þess að það sem þú ert að lýsa þarna er menn sem eru í hópum, partur á hópum og eitthvað, sem að fara svo inn í eitthvað svona ábyrgð, taka ábyrgð sjálfur sér og verða einstaklingum og fara þá að haga sér á rational máta og eru ekki að skaða sjálfa sér nýja aðra. Og þú veist, þetta er fyrir mig bara einstaklingi og þetta er það sem að þarf að gerast á miklu stærri skala að gefa mönnum tækifæri til þess að taka ábyrgð á sjálfum sér og brjóta sig út úr hópmynstri. Þetta er mitt flott eins og með VPC, Kópavogi. Þar eru þeir að koma inn, þeir læra að taka ábyrgð sjálfum sér og svo eru í hóp, þetta eru samfélag af strákum sem eru sömu vegferð og halda hverju öðrum responsible, skilur ábyrgum fyrir réttri hegðun. Algjörlega, já. Þannig að þú komir, þú ert í hóp, þetta er allt í hópum, skilur. En það er þetta komin í hóps til að draga þetta til ábyrðar bara eitthvað hvað að gera, skilur okkur ekki æfingu, okkur ekki gera þetta, skilur Ég var þetta í smá tíma þetta er svolítið áhugavert samfélag þetta er það er alltaf bara, það þyrfti að vera bara borgin þyrfti bara að reyka boxgym í Breiðholtinu það er bara, það fyrir 15 árum síðan og bara allir fá bara frýtt, krakka frá frýtt þú veist, pældi í hvað það myndi breyta mikið, það væri svo gott fyrir bara alla þessa krakka sem er að koma að það, skilur ég held að þetta væri bara gott fyrir allt samfélag fyrst önnur kynslóð einfélagda sem hafa ekkert að gera, skilur nú er þetta komin í eitthvað samfélag þú veist,
þetta bara sko, draumurinn minn bara diplomabox sem unni snertilaust box, tæknibox það fyrir grunnskóla það sé bara grunnskóla þegar þú veist í diplomaboxi það krakkaboxið hjá okkur og í því kerfi geta strákar boxaði stelpur þú ert ekki að kýla fast það er bara snerting allt snerting og tækni og það var komið í íþróttíma í skólum þetta smitur út fyrir sér betur samfélag myndi ég segja sko. Ég held það líka, ég held að þetta myndi gefa öllum meira sjálfstraust og þetta gefur líka bara fólki svolítið svona ákveður reality check sko, þú veist margir halda þessi ósigrandi sko, svo fara og setja sér hanskana og fara inn í hring og komast að einhverju allt öðru sko. Það er þú veist að segja með maður sé þú veist þess að tapa, koma mikið af svona gæjar sko, koma á æðaboks og endast bara mjög stutt sko. Ég veit núna sko, ég get alveg fullir það nú eru sko, ef að þú myndir reyna að selja fullt af pólitíkum sem þessa hugmynd þá myndir þeir bara missa saur bara við sko leið og veri búin að sleppa orðina því þeir bara skilja þetta ekki þeir skilja ekki hvað þetta gerir því að betri manni, þeir haldi þetta sé bara að búa til ofbeldismenn þegar þetta að gera akkurat öfugt af hverju gengur svona illa að sannfæra svona lið ágæti bardagir. Ég held að vinstri menn hati bardagíþróttir af því að bardagíþróttir minnir þá á náttúruval sem að þeir trú ekki á eða trúa staðfastlega á að sé ekki raunverulegt og þetta er svona dog eat dog, þetta er vinstri menn og libbar og eitthvað elska bara ónáttúru, skilur og þetta er bara stríðir gegn öllu því sem að þeir trúa á sko. Þetta er svona mín svona spiritual andleg kenning það af hverju þeir eru alltaf viðurkenna þetta er þeirra útskýring á þessu bara eitthvað ég tek afstöðu gegn öllu ofbeldi eitthvað svona blað, skilur, ég held þetta að fara dýpra sko, ég held að þeir séu Ég held þetta fara alveg í það, þú veist að við fáum einhverju svona feminíska öldu og partur af því var að vera á móti, þú veist, kynbundnu ofbeldi og fleira sem ég held að, þú veist, allir geta tekið undir en á sama tíma að þá var svona kallmennska pínu skrýmslavætt og bardagíþróttir og fleira með, við erum að sjá bann gegn boxi því að það var svo hættur að það reynda að gerist mikið fyrir en ég tók eftir þessu og ég hef svona upplifið þetta en ég samt sammálaði með það að mér finnst konur almennt síðan sko allavega svona sem að þekkir ekki á móti bardagíþróttum en þetta er samt ákveðin hópur sem að svona er alltaf einhvern veginn á móti öllum formum af bardagíþróttum og ég bara tek eftir þessu og fólki sem vildi banna þetta er vinstra megin við línuna í pólitík, þú veist, það eru vinstri grænir og það eru samfylking, það er bara staðreind sko. Sem vorum að tala þetta núna, allir sem voru móti svo döður eða að deyja, skilur við, svona þessi háverstu ég myndi ekkert segja að var eitthvað venilegt í háskólum sem er eitthvað móti bardagíþróttum sko. Nei veist, þetta er hugmyndafræði sem er að deyja út alltaf fólk sem var á móti þessu sem veist, stóð sem var á móti þessu 2002 dæmi, þegar var löggjöfinni á því það er dott út af allt ekki bara fólk er bara að deyja sko. það deyr með þeim sko. þetta er bara eitthvað svona gömul hugsun sem bara ný kynslóð tekur ekki upp með sér sko. Nei. Það er nefnilega svo gaman að hlusta líka á sko, aðilar sem eru sko, heimsmeistarar til dæmis og ég tæki hvort sem er að ræða Mike Tyson, hann sagði bara að hann var í fangelsi eða var ekki fyrir boxið Hamza Chimaev hefur talað þetta að sko, hann væri líka hann alltaf lóst upp í Svíþjóð þráttur að vera frá, ég held að sé frá Tjetjini upprunlega en hann talar þetta ef hann hefði ekki farið í MMA þá væri hann í fangelsi líka bara út af hvernig hann var kolklikkaður í skapinu, Sean Strickland hefur talað þetta pappans Khabib var til dæmis frægur fyrir það að hann bara rak einhvers konar bara klaustur líku við þar sem að hann bjargaði sko 1000 drengjum þarna í Dagestan frá svona öfgamennsku og glæpamennsku og fátækt því að taka á bara þeir voru bara einhvers konar munkar þess vegna eru þeir svona samheldnir en eins og ég segi það mér gremst þetta bara svo hversu illa gengur að upplýsa fólk sem tekur ákvarðanir ágæti þessa íþrótta sko gæti líka alveg verið eins og með þetta skilur bjarga 10, reynir bjarga 10 2 bjargaru, þessi 8 sem fara svo til rugl, þeir kunna alveg að slást sko, kannski fara ykkur að vera óbeldismenn það er alltaf einhverjir þú veist sem 100 sem er að æfa í Íslandi eru kannski 2-3 sem vera óbeldismenn
sem bara í öllu, þú veist, getur ekki, þú veist, hvernig fólk nákvæmlega fer út í lífið, þú veist, kannski fer í neyslu eða eitthvað, þú veist, maður veit ekki hvað gerist. Nei. Þú veist, það kannski þetta meira sem þeir eru hræddir við, þess að já, við getum ekki reynt þetta af því að það getur komið slæm epli af þessu eplatrýja, skilur sem gerist, sem samt bara partur af lífinu, svolítið, þú veist, þú ræðir eitthvað til fólk. En þá eins og þú segir, þá counterið að ef allir læri þetta, ef allir kunna slá, þá skiptir þetta ekki máli. Það er nefnilega málið. Þú veist, þú í staðin fyrir að banna bóksið og leifir það að gera það skildu eða eitthvað sem það sé, þú veist, glíma eða jiu-jitsu eða eitthvað annað, að þá erum við búin að jafna út möguleika alla til þess að verja sig. Og mér finnst það einhvern veginn vera svona hugmyndin sem að bara færi einhvern veginn ekki að njóta sín í samfélaginu, sko. Já. Í þannig samfélagi, ég og Helgi fórum með það í Hagkaup fyrir þátt áðan og það voru 4 ungi drengir, svona miðausturríski drengir fyrir utan Hagkaup sem voru svona með ógnandi tilburði til þeirra sem voru að rappa inn í svona almennilegu samfélagi sem fólk kynni almennt að verja sig, þá myndi þetta ekkert líðast, ef þetta ætti þetta er alltaf ekkert að líðast. Það eru svona augljóslega voru þeir að leitast eftir einhverjum til þess að slást við, sko, bara við inngangin á búð. Já, svona alveg tekið æbólið og allar, sko, og verið fyrir þeim og eitthvað svona. Ég bæði bara góðan daginn, sko, þú veist, og það nútrúlæsa þetta, sko. Þetta er ekkert svona sem kemur á óvart, skilur, maður býst allt eins við því að þetta sé svona að þú farin í Hagkaup. Þetta er bara hópurinn sem að hann var að lýsa. Þetta er í rauninni bara nákvæmlega hópurinn sem hann að lýsa. Algjörlega, sko. Þegar ég var krakki líka, sko, þá voru svona hópar, en það voru íslenski strákar, skilur, þú veist, sem fóru svo út á slæma braut, skilur, en þetta er alltaf bara nú er minna að því og meira að þessu, skilur, þetta er alltaf eitthvað sem er í samfélaginu alltaf og, þú veist, ég held ef að bardagjörðu væri meira mainstream fyrir krakka, þá væri minna þessu, skilur, þeir koma ekstra erfiðum aðstæðum, skilur, þetta hjálpar. Já. En Jón, erum við með eitthvað, þú ert ekki búin að fara inn í komment, við erum alltaf með þess að við komum í kommentin, ég ætlaði að mynda að fara það er alltaf spurning, þetta er live og hérna Justice for JC er með 2 greitt komment, ég byrði ásökun á því að ég var ekki með kveikt á top chats og einhvern veginn ástæði byrtist ekki hérna, þannig að ég var bara að sjá þetta. Hann segir fyrsta lagi BPC 157 plus TB 500 læknaði beinbrot í lóa á 2 vikum hjá mér. Já. Og hann spyr svo, Kolbeinn, var eitthvað moment í lífi þínu sem fattar shit hvað ég er góður í þessu eða hefur áallt við góður í bardögum eða sjálfsvörð og er að svona svara þér svo nokkurn veginn á hann? Sko, það mér skemmtast ekki. Ég veit að bara vera að æfa með, þú veist, vera að æfa mikið að topp 5 strákum, sko. En ég, þú veist, áramótin, þá var þetta svona, ég er hann, eða við sko minna, svona momentið, skilur, var svona, ok, þetta er að koma bara af sófanum í síðustu vikuna hans veitabúningi, þar sem hann hafi verið í besta forminu og ég eiginlega skemmdi kampið æfingabúðurins að því gaf hann svo stórglóður að það bólnaði svo í framan eftir mig að hann kansalverst hans sparinu, þannig að ég var bara þarna á launum, skilur, bara ekkert að gera, sko. Þú veist, þá var ég svona, ok, ég er svona góður. Það fekk ég svona, ok. Hvað ertu að sparra mikið? Þú veist, hversu oft í viku myndur þú sparra, þú veist? Og ertu að fara alveg í fast sparr? Þegar ekki verið að berjast, þá sparra ekki neitt. Ekki neitt? Nei, þú veist, eiginlega ekki. Bara drillum kannski, þú veist, það er, þú veist, það er alveg kontakt, skilur við. En það er meira bara svo, við erum að vinna í þessu, eða við erum að þessu. Þú mútt bara gera þetta og Ertu þú á pötsum, þú veist, það sem er verið að gíla í púða? Ég er alveg, partnervinna með eitthvað sem er, kannski, já, þú mátt gera allt, en ég má bara, kannski bara slá tjappið og hreyfa mig eitthvað svoleiðis. Þannig erum að vinna í einhvern sérstökum aðstæðum eitthvað svoleiðis. Það gerir það milli barda, í barda við kampinu, þá er það 3 vikur kannski, hartspar, kannski 6 skipti, það er 7. Þetta er svona að maður kom það langt, við þarf ekki að boksa það mikið, sko, skilur, ég þarf ekki að, maður þarf bara að tjúna sig upp, sko, vera bara, það er áhugavert. Skilur, ég er búin að spara þúsundir lóta, sko. Þannig að það er bara, 50 eða 100, skilur, það breytir ekki mjög máli, sko. Ég bara, fyrir þetta var ég búin að boksa, 55 lótur, fyrir hann bara áður við þetta púlumplagið. Það var eitt eftir. Já. Hvað segir Jón? Ertu með eitthvað meira?
Já, hérna kemur, ég veit að ekki hans Helga voru bara ávextir og 100% kókó Ekki. og svo sett hérna Páskaeggi. Geitin, spot on gestur. Rafnett, hún segir góða kvöldið, hún Kvöldið. segir allt sé að gerast hjá sig, veit því hvernig það tækla það, beð bara heils ykkur, við beðum alltaf að heilsa henni tilbaka. Bestu kveður. Holy Thunder, kynns ég gott að horfa á bjórkastið með Sverri þarna, við þurfum að rækta föðunarsástina meira og meira. Blessaður. Þessu þið nefndu hversu sturlu sjálfsvarnarlög hér eru, prófaði að lesa íslensku stjórnarskrána og merki hversu oft skráin segist gefa þér x réttindi en svo tilvík sem ríkir getur vanvirta. Þetta er alveg rétt. Það er áhugavert. Hver er með þessa aðtöðsend? Þetta var Holy Thunder King, okkar maður. Kongurinn. Og svo kemur frá Helgi Bjarnason, 74. Það undarlegasta er að það má ekki ganga með piparúða sem þú getur einmitt notað á þess að beita ofbeldi ef þú lendir í að einhver reynir að ráðast á þig. Herðu já, það er dæmi þetta frá 2018 sem að 17 ára dönsk stelpa, hún fekk 5.000 krónur danskar í sekt fyrir að spreyja mann í andliti með piparúða sem var að reyna nauðgenni. Þetta er alvöru dæmi, því miður. Það er bara Þetta má hérna á Spáni, þá máttu vera með ákveðna 200 piparúða. Já. Er þetta ólulegt á Íslandi? Er það staðfest? Já, það er það sko. Kólólött. Ég hugsa Það er ekki verið með neitt hér á Íslandi sko. Einmitt Finnland, það var rosa mikið, komur rosa svona, það var fyrir ykkur síðan, það var rosa mikið allir hnífa í djömmunni. Já. Og svo voru allir með hnífa í djömmunni. Já. Það nullaði svolítið út, sko. Já. Það voru bara allir með hnífa í djömmunni í Finnlandi. Það var bara, þess að það voru ekki slagsmál, það fólk vildi ekki vera stungið, skilur. Það voru allir með hnífa. Já. Ég var að dæma í Brasilíu, ég var þar í svolítið tíma. Og þar voru menn svolítið með skotvopn. Já, allir með byssur. Já, og hérna, það var kannski voru að fara á stað og þá var kannski einhver sem opnaði póka og allir fóru að setja byssur á hann og maður var svona að horfa á þetta og maður bara svona, ok, þetta er bara staðan. Og þú veist, og svo hljóp einhver með pókan að fela hann, sko, og og þá var þetta einhvern veginn þannig, það var ekki að rífa kjaft. Það þú veist, það vildi ekki vera skotin. Það voru svo þægilegt. Það er þetta að vera bara svona á grunnleveli meira, sko. Já. Þú veist, þetta, þú veist, líka bara á að vera bara, þú veist, ekki með hnífa og fyrir bara dóm. Já. Þú veist, það var bara 3 ára dóm og þú veist, ekki með hnífi í bænum, sko. Það var bara að vera eitthvað standard, sko. Það er reyndar alveg pæling. Í staðin fyrir að vera að reyna að strippa allan hnífum. Já, bara, ef þú ert tekin og það er bara dóm. Þú veist, það er bara straight to jail, skilur við. Sé eitthvað þannig dæmi, ekkert fyrir dómara eða eitthvað, þú veist, það er bara tekið með hníf, bara straight to jail. Þú veist, það er ekki með hníf. Þú veist, það er ekki bara, það er ekki svolítið svona. Sko, Eða láta alla hafa hníf. Það er annað hvort. Eða það, þú veist, það var raukt með Þú núlið sko. sektaður og þú ekki með hníf í bænum. það er líka þannig sko að menn halda að það sé eitthvað svona glæpavandi á Íslandi og Vesturlöndum eitthvað sem svona gjörsamlega óleysanlegur og yfirvöld einhvern veginn bara þeim falla hendur bara eitthvað svona, við erum gríðarlega vanda og allir þessi erlendu glæpagengi og eitthvað svona og svo skoða maður sko það sem að okkar maður í El Salvador gerði að þeir fóru bara fókinn handtöku þetta lið bara skilju og svo bara byggðuðu bara risa stórt fangelsi, bara nógu mikið fangelsi til að taka alla þess að gengja gæja og þeir bara handtöku það skilju og þeir, þú veist og þeir voru ekkert að pæla í eitthvað svona, já, við erum með eitthvað alþjóða sáttmáli, bara nei, það er bara glæpir í gangi, það er bara verið að myrða fólk út á götu, við ætlum bara að taka á því og okkur er alveg skít sama eitthvað sáttmála, eitthvað UN Women og Amnesty International, skilur, þessi samtök geta bara fokkað sér, við ætlum bara að taka á því að það sem bara verið að skjóta niður fólk sem er út í göngutúr, skilur, og þetta er líka alveg hægt að gera á Íslandi, það er bara talað um það eins og þetta sé einhver óleysanlegur, hræðilegur vandi og það viti enginn hvernig er hægt að leysa hann. Jú, það er alveg hægt að leysa hann. Við erum bara fleiri lögreglumenn og við þurfum bara að fá okkur sparka niður hurðum, taka þetta lið og handtaka og setja það í eitthvað svona Supermax prison, skilur bara byggja almennilegt Bukele-stæl fangelsi, hætta þessari limkið, en alltaf frjálsum gangi gera þetta aldrei. Setningu sko, það hefur myndið komið mannréttindi og eitthvað og fólk var að tala um mannréttindi þessa fólks sko sem hafa verið í fangelsa og hann horfði bara á móti þess að býtu hver er þó mannréttindi þeirra sem hafa brotið á. El Salvador öryggasland í heiminum. Já, en var það óöryggasta held ég undan sko, þetta var bara warzone. Við vorum með hæstu mordtíðni í heimi, já. Núna eru þeir öryggar en Danmörk. Bara það er alveg með ólíkindum sko. Kemur eitthvað stjórnmálamaður bara, já, við erum að glíma við glæpa vanda og gengja vanda, bara, gaur, gerðu eitthvað, skilur, hvað er að? Það er líka, hann fórsetinn, hann sagði að það þarf að borga fyrir þetta, síðan fangilsi, kostar heldur mikið. Þeir vinna. Já. Þeir sauma skólabúninga,
fangarnir. Já, alveg. Þeir gera vegafinu og bingaðinu fyrir ríkið. Já. Til þess að spara kostnað. Já. Til þess að vinna upp á móti kostnaði. Þetta bara hegning að vinna. Já. Já, það er rauninni, sko. Við getum Þannig að byggt- gefa tilbaka til samfélagsins. Já. Við getum byggt Sundabraut bara með þessu free labor Allir sem eru teknir með hnífa í bænum, þetta eru bara, þú veist, ein góð helgi og þá eru bara búin að fjármagna Sundabraut. Þetta er eiginlega ágætt hugmynd, sko. Bæli, það er endarast að einhverjum stjórnmálamönnum alltaf eitthvað að pæli í þessar Sundabraut og við bara vorum að tala um þetta síðan 1970 eitthvað. Ég skal bara delivera þetta. Hvar er Sundabraut? Þetta er eitthvað svona brú, þetta er svona myndi stytta leiðina. Já, yfir Kjalarnesið. Gráin. Já. Og það ert ekki að fara lengur í gegnum Mosfellsbæ. Já, jú. Þetta er Svo- eitthvað svo gerðu þetta líka, sko, Jú. Þetta var hálfgett lay-up líka fyrir hann í El Salvador því að sko það er náttúrulega þannig með gengi sem að hann var að eiga við sem voru MS-13 og Barry og hann 18 að Já. þeir eru allir mertir með tattoo þannig að sko Já. það er enginn nógu heimskur til að láta tattoo vera á sig merkin þeirra nema á sé í genginu Nei, sko nei. því að það er bara döðadómur þannig að sko og með þess að það er sér tattoo fyrir sko hvert rank sem er bara svona staðlað þannig að þú getur alltaf vita hvar mennið standa í genginu þannig að þetta var svolítið leið fyrir þá að finna á sko Já. þeir eru bara mertir Og þetta er sko svona, en svo er þetta samt líka á Íslandi sko, lögreglan veit alveg hverjir eru í svona gengjum og veit alveg, þetta er lítið land sko, veit alveg hverjir eru að selja dóp og flytja dóp og veit allt saman sko. Þeir segja sko að nefaleikar og gangsterar fara svolítið halda þetta í hendur. Já. Þannig að maður hefur svolítið innsýnin á þetta. Já. Nú eru albarnir komin svo mikið inn í þetta, alveg Já. veit ekki alveg hverjir eru að gera neitt sko. Það er svo veist Íslingar er bara missað úr sínum höndum og þetta eru svo mikið albanar. Já. Albanska mafían sem er svolítið að stjórna, sem er svo aftur á móti, aðeins meira ofbeldi, meira grófar ofbeldi fyrir að vera að fá þetta þar, þannig að kannski er það betra, skilurðu? Er það tala um hérna heima? Hérna heima. Já. Sko ég var í svona tölverði neyslu á sín tíma og átti svona svolítið samskipti við þessa albana og miklu þægilegra og betra eiga samskipti við þá heldur svona meðal íslenska eiturlöðsalar sko. Miklu minna kjaftaði og miklu minni líkur að þessi að koma mega alveg eiga það sko. Þetta var bara meiri fagmenn miklu meiri fagmenn sko. Þetta er bara í flestum löndum eru albanska mafían. Þessi Vegas, þeir sjóta Vegas. Já. Er það máli? Það var því ég var í Vegas þá voru tekin á bílarverkstæði og þá voru bara hæf þennan hann er yfir þessu svæði alban bara eitthvað svona sem maður glemdi svo bara en þetta er svona þeir eru svona influential skilur út á allt. Þeir eru líka mjög stórir held í London eða í Bretlandi sko. Þeir eiga einhvern stóran part af einhverjum markaði þar. Þeir eiga boksura sem er á top 20 listanum sem er albanskur sem getur samt ekki neitt en þeir vilja fá að hann berist við Usyk en þeir eru að borga gæjum fyrir að berist hann og tapa ég tvíðis okkur frá bóð fekk fyrst bóð fyrir 60.000 og svo fekk ég bóð fyrir 80.000 til að fara til Albaníu, keppa við hann og taka dífu sko. Og það er svoleiðis. Ég spurði bara hvað hafði gerast í bara óvart á rótan þá vaknar þú bara við 4 gæja inn í herbygjum standi yfir þér og þú veist ekki hvernig komast heim eða ekki sko. Nei. Shit. Það er svolítið máli sko. Albanska mafían er bara borgundunum gæja sko. Það er magna og þeir vilja vera ykkur kongar á okkur heimsstrópardaga skilur svo er hann laminni klessu af Usyk en svo þú veist svo er náttúrulega þú veist þú er með sátana líka þeir eru náttúrulega þú veist eins og vorum að tala um á þeir farnir að fjármagna ótrúlega hluti þeir eru líklega aðeins meiri peningar til þess að gera það er bara þannig að svona það mætast þarna alls konar öll greinilega en hvernig er það þú ert með belti núna hvaða belti er það? Ég er með WBF World Boxing Federation og svo er líka til WBA, WBC og eitthvað þetta er svona sko við erum með WBA við erum með WBO IBF og WBC þetta eru 4 stóru beltin svo erum við ringmagasinbeltið sem er svolítið svona það er í svona ein klassa það er bara með það ertu bestur í þínu flokk
þetta bara svona þannig dæmi sko. Okay. Það flokkast ekki eitt af þessum stóru beltum og svo fyrir aftan, svo þú búið með þessi belti þá EBO og svo VFBF þannig að ég lengjubikarsmeistari eða þannig okay. ef við segjum orðum þannig ég vann byggarkeppna í Húsadeild eða þannig ég kom í Júrósdeildina já, þannig að það deildin fyrir neðan þessi 2 belti en þetta bara þannig þessi topp 4 belti það sem maður vill fá sko. Geta menn haldið mörgum beltum eða þú getur verið með öll þessum já, þegar þú ert undisputed þá ertu með öll það ekki margir sem hafa verið undisputed í þungavíkt Usyk núna Usyk og síðast á Lennox já, það eru það 4 Lennox og síðast undan og Tyson var það og Buster Douglas var það þegar vann Tyson skilur það fyllt Holyfield og fyllt verið það skilur en ekkert í langa tíma en Lennox kannski frægastur aðeins sko. Usyk jafn almennilegur og hann virðist vera í viðtölum? Ég hef ekki heitt Usyk það eini gæðin sem ég hef ekki hitt sko. Það svona, hefur heyrt af því það? Ég hef bara heyrt af því að þetta sé ógeðslega næst strákur sko. Það er mjög auðvelt bara svona, ef maður sá viðtölu og maður bara, ég held með þessu gaur sko. Já, ég hef ekkert heyrt nema að góða hluti á hann. I am feel. Það er mjög fyndið að þeirra að tala ensku. Ekki gæði sko. Svo þetta svona, svo verður hann betri í ensku, orðin góður í ensku, en hann notar svona eitthvað svona sem hann búinn að segja sem vitlaust að það veit að hann fær viðbröðin sem hann hann talar fína ensku en ég meina þú verður svolítið ekki svona góður í boxinu og sért motherfucker sko þú veist þegar þú talar top 10 ertu þá að tala þú veist þarna Usyk þarna þá já þannig að þú heldur að þú sé tilbúið til að mæta þeim sko ég geti svo Agiti númer 2 heiminum hann bara næstur eftir Usyk ég er 1000% viss ég myndi berjast Agiti í myndið hann 1000% viss og þú búin að vera að æfa hvað þarf að gera Kolbeinn til að breyta þess og gera þetta meira svona í átt að UFC-dæminu þar sem að menn eru bara hreinlega sviftir eða ekki að berjast við þá sem að hvað mann segja, samtökin vilja geri, nú UFC náttúrulega ekkert gallalaust, en þessi spilling og þessi pólitík í boxinu náttúrulega bara hlutur sem gjörsamlega það sem, líklega ástæðan sem að fyrir því að íþróttin tók þessa dífu á sínum tíma og eitthvað sem að fólki gremst alveg svakalega. Hvað þarf að gerast til að breyta þessu? Sko, þetta alveg nokkuð fínt, sko, svo IBF svo duglegir að streifa menn fyrir að þegar þú færð sem þú vinnur beltið og þú segir, þú mútt fá 1 voluntary defense og mútt velja 1 af top 15 listanum til þess að verja beltið á móti. Eftir það verður að berjast á móti þeim sem næstur í röðinni. Þannig að þú verður, skilur, þú færð þetta, sko, og svo Usyk núna berjast á voluntary bardaga, þannig mátti það. Þannig að það róterar. Já. Þannig að þið verður að berjast í gæði sem á ranklistan, þú komast á ranklistan, þarftu að vinna belti, minni belti hjá þeim þetta er ekki svona spilt eins og heldur en svo líka stundum kom það miklu peningar og þá bara talaði við samböndum, þið setja það á listan og væri bara smá svona það þetta spilling það líka alveg svo UFC hörku spilta því það bara einn gæði sem ræður hver meistari saman svo tala við þetta út að súfa lík dæmi sko og fólk, hversu gott þetta súfabelti þetta bara, segjurspaka belti af því þú verður að vera að sæna þér hjá þessu promósjoni berðast að þeirra kvöldum til að unnið eitthvað X-belti þá þýðir þetta ekki neitt alveg svo, MMA svolítið svona sambandsbelti, skilur UC-meistari og PFL-meistari eitthvað svona, þú veist ekkert heimsmeistari, skilur alveg svo, NBA-meistari, þú veist ekkert heimsmeistari í körfubolta, skilur í NBA eða NHL eða NFL, þetta ekkert heimsmeistara titlar. Þetta ágæðis pæling. Þetta bara sambandstitlar. Skilur, þú ert ekkert heimsmeistari í UFC. Það væri svolítið áhugavert ef að þú geti keppt í nokkru samböndum með þetta MMA. Þú veist, menn eru sænaðir hjá ákveðnu federationi, en við veitum kannski ekki hvernig myndu koma eins og Emelianenko. Fyodor Emelianenko var náttúrulega, þú veist, líklega besti þungavægt MMA-gæi bara allra tíma. Já. Og hann gat aldrei
hann gæti ekki keppt inn í UFC því að hann var sænaður ykkur starf annar staðar í maður. Svo eru peningar og eitthvað svona dæmi, þetta þess að það finnst alltaf bara UFC World Champion, það bara UFC-meistarinn, þetta ekki, þú veist, að segja bæta world við það svolítið svona, þú veist, mér er svolítið svona fetching, Já, það væri nett að taka líka bara svona bestu úr hverju sambandi. Já, þú veist, það þannig boxið. Þannig, þú veist, skilur, allir geta bærast til alla, alveg sama hvar og eitt sænaður. Skilur, það skiptir ekki máli. Þú veist, þú bara getur bærast til hvert sem er, hvaða belt sem er. Þess vegna þetta svolítið, þú veist, þegar vildra vestrið, skilur, erfitt að stjórna þessu, en þetta svolítið frjálst, þetta svolítið frjálsmarkaði, með UFC og með UFC og SUFA, þetta bara eitt fyrirtæki og þeir vilja stjórna management og promotion og beltinu, þeir vilja stjórna öllum pakkanum, þeir vilja svolítið ráða hvað þú fær borgað og þú hefur ekkert samnings, þú veist, hefur ekkert svigrúm til að semja, það er bara, við viljum borgaði $500,000 til að byrja þannig, já, nei, ég vil fá meira, þá fari ekki bara það, þeir eru bara svona, þú veist, svo bara, já, bónusin er bara það sem ég ákvaða var best, skilur, já, fara bónus, kannski, ég fílaði ekki, fara ekki bónusin, þóttið bestu, sko meina, þetta er svolítið svona. Ég er frjálsíkjumaður, ég myndi alveg definitely stiga þetta kerfi. Já, þú veist, skilur, þannig að, þú veist, að UFC er svona, skilur, þú veist, þetta er bara þess að, þú veist, gæjar ekki eftir ekki að fá borgað neitt, Nei, ekki nema að séu komnir alveg á toppin og að trekkja rosalega af og hafa eitthvað leverage eins og Conor gerði, þú veist, hvað Bíb gerði. Þú veist, Gunni er með fína samning núna, skilur, en Gunni er bara lengi og Gunni er nafn, skilur, Gunni er líka, þú veist, drullu góður, þú veist, hann er líka bara, því að hann er nafn í Evrópu, Nábyrjallandi og svona, þú veist, en þú kemur inn, þú veist, sænar bara, þú veist, það berist í ykkur, segjum bara að það berist í Íslandi, skilur, á Glacier Fight Night, þú sænaði þaðan og þú sænaði ykkur samning sem borgaðir $4,000 og $4,000 öfunur. Þú veist, þetta er milljón. Ég var að sé að menn sé ekki einu svona ná upp í kost. Nei, þú veist, það er ekki kost. Ekki þegar þeir eru að endera, þeir eru að koma svo inn í UFC, þetta er ekki svaka peningur, Eða þú veist að fara, þú veist, ég myndi segja, þú veist, það er miklu erfiðara að æfa af því að þú þarft að vera að kunna glíma, kannski að jiu-jitsu, kannski að sparka, þú kannski að boxa, skilur, og þú veist að vera í formi, þetta er, þú veist, og þess vegna, þú veist, myndi ekkert meika sens að það væri 12 lótur, skilur, því að þetta er svo mikið, þá myndi allir bara ná út bara og geta ekkert barist nema kannski eins og árið, skilur. Þannig að, þú veist, þessar 35 mínútur, það meikar sens með álægið og svona, skilur, en til þess að vera að æfa fyrir UFC, þú getur ekki verið dagvinnu. Nei. Það er ekki séns, skilur. Þannig að ef þú veist að fá borgað þessu bara 4.000 eða 5.000, skilur og þú þarf að taka 2-3 mánuði í æfingabúðir. Við segjum þessi 15 og 15, skilur meiri segja, sem er, það er fínn peningur, en þú veist ekki að vinna í 3 mánuði, skilur, þú veist. Og kannski færðu $15,000, kannski færðu $30,000, ef þú veist heppinn, kannski decision og dræmt við lili dómarar, skilur. Þetta er svo, þú veist, þetta er þessi fíl ekki við UFC, Þannig þá eftir að taka skatt af því, svo tekur umbóðsmaðurinn eitthvað, það er að borga þjálfurum, svo það er að borga uppihald, þú veist, allan kostnað, það er ekkert eftir. Þjálfari, þú veist ekki, 10-20%, umbóðsmaður, 15-30% við eftir hverjum umbóðs með, svo það borga skatt, skilur þannig að þú eftir kannski með 40%. Þú veist. Það er alveg skemmtilegt þessi tími sem sem þeir hafa tekið svona crossover og boxarar hafa komið og verið að berjast við, það hefur tvisvar gert svo ég mun eftir undir MMA reglum. Fyrsta var þegar Randy Couture og James Toney börðust. Já, þeir borguðu James Toney líka hellingspenning við það Já, hann var líka með stórar yfirlýsingar. Hann hefði ekki, James Toney hefði ekki neitt fyrir þetta. Ég veit það bara for a fact, hann æði ekki neitt, hann bara boxaði eitthvað í púða, svo kom þarna og Randy Couture fór í eitthvað lélegasta singuleg í sögunni, tók öklan á honum og hann datt bara og svo bara tappa hann út. Og hló allarlega í bankan. Já, ég myndi alveg klárlega að láta berja mig fyrir 5 milljónir alveg í stöppu, Hitt tilfelli er rosalega áhugavert líka. Það var þegar að Tim Sylvia barðist til Ray Mercer, það var endur ekki innan UFC.
þá ætlaði hann að standa og berjast við hann. Hérna Ray Mercer náttúrulega sko, hann vísti í þannig að þegar hann setti á sig þessa hanska og hann liður sem gæti rota íspjörn í þeim, ekkert persónulegt. Kolbeinn, það var líklega ekki að tala um þig. Ray Mercer líka bara bad motherfucker, sko. Það er alvöru gæði, sko. Hann er fyrirvændi heimsmeistar og allt sko, hann sló Silvía niður steinrotaðan, Silvía láði hann að kall greið og skeit á sig bara meðan hann láði hann á maganum. Hvað fannst þér bardaðan hérna þegar Conor fór á móti Mayweather? Þú veist, hann var rosa prómó í kringum það og allt svoleiðis, en sumir hafa kommentað á það að Conor hafi í rauninni farið rosalega langt með hvað Mayweather það var bara, þú veist, fór með Floyd þarna, þú veist, Floyd er bara ógeðslega smart, ógeðslega economical og hann er bara, ég ætla ekki að taka neina sénsa, enga sénsa, ég ætla bara aðeins að kera niður, hægt og rólega, yfirlótur, hann er aldrei að fara 12, ég er alltaf að fara stopp fyrir 12, þú veist, gerði það bara, hann bara svona, þú veist, tók ekki, svo bara að leiða Conor og kom aðeins, fór aðeins yfir þá bara sett hann aðeins á hann og stoppa hann. Já, hann fór aðeins yfir. Skilur þetta sem er svona ámaður að berja, skilur economical, þú veist, það er eitthvað svona áhætta, sko. Þú veist, hérna, það er því, ég barist í Finnlandi hitti fyrir að móti strák sem, þú veist, ég hef aldrei verið kýldur svona fast bara í lífið mínu, sko. En, þú veist, það kýldur svo hestur, sko. Okay. Og þá var það bara, ég var bara að hreyfa mig, nota þunguna, hreyfa mig, ekki leiða heita mig. Þangað til að var svo þreyttur, setti ég smá á hann og gafst hann upp. Skilur þú veist, þetta er svolítið svona, þú veist, skilur, ef þú ætlar að eiga langa feril og, þú veist, eiga líf eftir ferilinn, það er svolítið málið. Í hvaða var hann á heimslistanum þessi strákur? Já, hann var 100 eitthvað laus. Það var ég svipustað. Já, ég myndi því þessum bardaga. Þá barist ég í Finnlandi, bara í arína í Finnlandi, einmitt. Og, svo líka skemmtilegt við MMA-ið, sko, að þú ert kannski með gæja sem að er rúslega góður í wrestling, ekkert spes í boxi. Hann er kannski að taka einhvern sem er rúslega lélegur wrestler eða lélegur í jiu-jitsu, sko, og getur lamið eða tekið flesta strækjara. Svo getur einhver annar lamið hann, sko, því að hann er með eitthvað annað, einhverja samsetningu sem virkar ekki gegn, þú veist, næstamanni. Þannig að þetta verður, mér finnst að vera svona mjög flóknara sport einhvern veginn heldur boxið, sko, á mörgu leyti. Erfið að búti stjörnur. Já, alls konar weaknesses svona, sem er að expósa. Þú verður að mattsaka 100% rétt til þess, þú veist. Eins og Conor, þegar það kemur ljósa, hann er opinn fyrir leg kicki, sko, því að hann er með svona wide stance og Poirier sparkar í kálvan á honum og hann er bara búinn. Þá í rauninni var Conor bara búinn. Þegar Conor var takið að rönn upp Aldo, þá barast hann eiginlega bara við strækjara. Ekkert hana. Já, þú veist. Þannig að þau mötsuð hann rosa vel aftur hann var fan favorite og mötsuð hann til þess að fá áhorfin og fá peningana og mötsuð hann vekk rosalega þægilegt rönn. Þú veist, ég veist, það voru góða gæjar, skilur, þú veist, svo eru viljandi gert. Það fór á móti, hvað heitir hann, það fór á móti wrestlerin, Khabib? Nei, áður hann fór á móti, honum Aldo, sem hann góður Chad Mendes? Chad Mendes, já, stöðni fyrirvara, Chad Mendes kom stöðni fyrirvara, sem Chad Mendes hefði átt að vinna hann, sko, hann bara var aðeins og græður og mist hann, skilur, og var líka, náttúrulega tekur hann bardaðan bara með nokkra dagar fyrirvara. Já, það var bara, Chad Mendes var næstur rauðinni og Aldo meiddist, það bara á Chad Mendes næstur, skilur, getur barist, þannig þeir tóku bara sjensinn, sko, þetta var bara sjens og Chad var næst búin að vinna hann, það var bara ónáð hann upp og taka hann niður og hélt hann bara niður og var að berja hann og svo var hann bara, fór í eitthvað submission eða fór í eitthvað og mista hann bara og var hann þreyttur, og konur bara pikka hann sittur á landan, sko. Já. En upp af því, hann var að berast við dískagæjan, hvað heitir hann, barast við hann í Boston, main event. Ég maður ekki hvað hann heitir maður. Receiver. Já, sem Árni Ísaks vann, by the way. Já, það. Hann vann hann þegar hann barist 3 barða einu kvöldi á Cage Warriors tournamenti á Brelldi. Já, þegar það var áður en Gunnar þeir voru, sko. Já. Ég man eftir þessu, ég sé það heyrt. Þetta var gæðið sem Conor var að fá, þess að álíka bara, þeir eru hugsa peningana þarna, sko. Maður er ekki pælt í hann berst líka við
hann berst líka við Dustin Poirier og Max Holloway, en þá eru þeir bara nýbyrjaðir í sportinu. Já, það er báðið strækarar sem líka. Poirier var síðan alveg ógeðslega góður sko. Ég hafði mjög gaman á honum sko. Hvað þetta er mikið business. Já. Ef þetta væri íþrótt, eins og UFC er meira að fara í það að vera íþrótt núna, þess að serðu bara gæðin strækararinn og tapa. Tapa allir núna, allir að tapa því að þetta er miklu meira svona, þeir reyna að hafa þetta svona íþróttalegt, en það er bara bad for business í rauninni. Það er áhugaverð samt með Conor. Hann fór held í flestar lotur af öllum á móti Khabib. Ég held að hann hefði farið í 4. lotu. Nei, hann var sem að Khabib vann titilin á móti sem að þegar var aflýst af Ferguson, hvað hétt hann bandaríski frá New York. Ég Quinta. Alai Quinta. Hann fór 5 lótur. Fór hann 5 lótur? Já, það var líklega næstlengs sko. Ég veit ekki neitt sem að var að fara margar lótur á móti Khabib sko. Þetta var bara svona. Ég held að Khabib hefði líka verið bara alltaf að berja hann sko. Khabib hataði hann þetta sko. Já, hann vildi bara níðast á hann. Já, það er bara, hann er alltaf ekki að klára hann snemma, alltaf bara níðast á hann. Hann líka, hann setti hendina, þú veist, í hökuna en ekki undir hálsinn sko. Já, það var svona bara að brjóta á hann hökuna sko. Þetta var svona. Gera það bara viljandi. Já, og svo eru slagsmál hérna eftir á eitthvað svona og menn hoppa út í sal og var allt snar. Okkar maður Dillon Danis í forru. Dillon Danis. Það er gaman að þessu sko, mjög gaman að þessu. Hvernig fannst þér boxbardaginn hjá þeim félögum, Andrew Tate og hvað hétt hann, Chase, eitthvað, ég man ekki hvað einu sem hann hétt sem var. Nei, Hóður ekki á það? Þetta er alltaf bara móðgun við íþróttina sko, þetta var eitthvað influencer boxkvöld. Ég horf ekki á þetta influencer box, en ég horf kannski á Tommy Fury á móti Eddie Hall, það verður eitthvað mest áhugavert. Já, þeir að fara að berjast. En þú veist, Tommy Fury, þú veist, hann verðist ekki geta neitt. Ekki þannig, ég meina, hann fór á mótunum Jake Paul eða eitthvað. Nei, sko, Tommy Fury er alveg góður, en þú veist, það eru levels á því að vera góður, hann er bara góður. Fullt gaurur sem eru bara góður, skilur við. Þú veist, það er fullt af fólk í jiu-jitsu sem er svartabelti í. Já. En það eru levels á svartabelti, skilur. Það eru levels á leiknum, skilur. Þú veist, Tommy Fury er góður að boksa. Þú veist, er með gott skills og góð ímestningu og power og svona. En hann er ekki það góður að hann sé á okkur heimsleveli, skilur. Hann er bara góður. Hann er bara góður að boksa. Þú veist, það er ekkert að taka það á hann, hann er ekki góður að boksa, sko. Hann rétt marrið þarna Jake Paul. Já. Sem er kannski bara orðið. Hversu góður er Jake Paul? Jake Paul er líka bara góður. Já. Jake Paul, hann er góður, hann með, helling pening í þeim, svaka kamp á þjálfurum og æfingafélögum og öllu, þú veist, aðstæðan hjá hann er bara tipp-topp, þetta er bara einu flottast aðstæðan í heiminum, sko, sem hann er með þetta. Og, þú veist, með næringafræðinga og kokka og bara you name it, sko. En þú sjálfur? Hæ? En þú sjálfur? Ertu með einhvern þekktan þjálfara eða ertu bara að fá borga fyrir að sparra í kampi hjá öðrum? Hvernig virkar þetta fyrir þig? Ég var á tímabili með Sugar Hill sem er með Tyson. Já. Og bara eftir eitthvað tíma var ég bara, nei, þetta er bara ekki málið. Og þjálfari minn heima, Daði Ástásson, sem er yfirþjálfari í HFH, Nýjálöfi Hálfafjörðar. Já. Hann er búinn að vera svona til hlýðar þjálfari minn bara síðan 2008 eða eitthvað. Okay. Þú veist, alltaf verið spilar og stórt hlutverk inn í öllu sem ég hef gert, öllu prógurum og öllu tæknivinnu og allt svona, þú veist, hann er bara að spila stærsta hlutverki á ferlið mínum á öllum, sko. Þú veist, og ég var að sjökar úti á Florida og kom heim og bara, þetta er ekki málið, þetta var bara shit, skilur. Og þá var ég bara, Daði, viltu ekki vera yfir bara vera aðþjálfari minn? Þegar hann ætla aldrei að vera það, sko, ætla alltaf að vera bara svona auka hjá mér, ég bara, þú eru að vera aðal. Og hann er þetta best þjálfur sem ég er með. Þú veist, ég hef verið hitt bara flesta þessu þjálfurum út í heimi, þessu best þjálfura, sko. Þú veist, með Daði fremri heldur en allir, sko. Það er magnað. Það er spurning akkurat í tengslu við þetta. Hvað er það helsta sem Kolbeinn tók út til að vera boðið í Tyson Fury kampið? Var það ekki mjög lærdómsríkt? Jú, það var mjög stórt lærdómsríkt. Út af það var svona visst spennustig til að vera boxaður, sko. Þú veist, þetta er svona vist svona push and pull sem ég fattaði svona, já, ok, það er meira svona minna þú veist, það er erfitt að útskýra þetta af því að, þú veist, það kemur að bóksa ég þetta bara bullið einhverjur, það kemur að
boxið bara í höfuð, sko. Já. En það voru fullt af svona tilfinning, skilur, svona, ok, ég gerir svona litlir svona hlutir sem ég fattar rosa mikið við að boxa við Tysonum mitt, svona, ok, ef ég gera þetta gengum illa, ekki þetta gengum vel, ég maður ekki á mikið, og svo verið að boxa við Joseph Parker, sem var þá 3 heiminum, og ég var svolítið líka bara að fara illa með hann, bara að bæta mig líka, að boxa Tyson og hann, þannig að það gerir rosa mikið fyrir mig, það er bara rosa erfitt að setja það í orð. Þetta er rosa mikið tilfinningar, svona feeling, skilur. En kannski ykkur, þú veist, svo Tyson Fury, hann herrið þú eða ekki? Nei. Hann ekki herrið þú? Tyson, ég skal segja það. Farið bara Instagrami hjá Tyson, segðu allar myndir af Tyson, það er Tyson á tannum. Já, er það málið? Hann stendur á tá. Hann listaður sem er hvað, 6'11", 6'9", sem finnst þeim svolítið svona, 6'9", hvað er það? Hann listaður sem miklu stærri en hann hann er jafnstór ég. Hann er 1,98. Það er 6'6". Hann er stverkur bara. Hann er jafnstór ég. Þannig að mér finnst rosalega spes að vera að skrá, ég myndi frekar að stæði að ég væri minni á boxrökk. Ég væri, 6'4", svo kem ég 6'6", skilur við. Frekar en ég stæði ég væri, Usyk hann er jafn hár og Muhammad Ali og með sama fað með mér, ég maður rétt. Og sama ámennstag. Já. Hvað hann, 1,94 eða 1,3 eða eitthvað. Ég man ekki hvað hann er. Hann er ekki eitthvað langt yfir 1,90, sko. En Tyson er langar hendur, sko. Langar faðum, sko. En Tyson er jafnstór ég. Sko, þetta er bara... En spurningin mín var átt að vera, er einhver ákveðin típa af boxara sem að henda þér betur? Finnst þér betra að fara á móti mönnu síðan? Stærri en þú með lengri faðum, eða minni, eða, menn sem eru með power eða menn sem eru meira, eins og Tyson Fury er meira svona tippa af þér, sko, hann er meira svona dælin höggum. Fyrir einhver síðan hef ég sagt, já, erfitt mótið, það bara starri gælu með eitthvað svona, en hún er bara, maður er það seasoned að ég er með svör við öllum spurningum sem þið komum með. Þannig að, ef þú ert stór og boxar á x-hátt, þá er ég með bara, á boxa ég bara svona við þig og þá virkar það, þá þú breyti, þannig ég er alltaf með, ég er bara með, ég er með öll svörum við öllum spurningunum sem allir þessi gæðir eru með. Ég bara, maður er bara það reyndur í þessu dæmi, ég bara bóksaði það mikið að góðum strákum og lendi það mikið að, erfiðum aðstæðum, móti erfiðum gæjum og, kannski mæti í eitthvað sparr og, ég hef alveg verið, rafminni klessu í eitthvað sparri með eitthvað gæja og verið bara upp á herbyggi bara, talaði þjálfurann bara fyrir gegnum þetta, skilur hvernig það var og svona, já, hvað gerir þetta? Og hann bara, já, og þetta, já, og tölum bara saman það, hvernig ég ætla að boxa og svo prófaði það og það virkaði, já, ok, þá er bara komið svar í þessa spurningu. Skilur, svo breytir hann til og ég svona, finn eitthvað, eða finn svarið eða ekki, ég finn ekki svarið og töluðu bara aftur það, töluðu bara gegnum situationið, skilur. Við erum búin að vera saman síðan 2008, en þetta er rosalega, við getum bara talað í gegnum situations spörr sem hann hefur ekki séð og ég lýsi bara hvernig mér leið og hvernig það var og hann sér fyrir sér, skilur, þetta er rosalega svona, þetta er rosalega gott samband, sko. En þannig er það svona, þannig er bara að byggja upp svör við öllum spurningum, skilur, ekki að ég boxar svona, eins og Tyson, ég fatt að ég bóksaði Tyson einu sinni og svo djöðlega er þetta að bóksa við hann. Og svo ég bara að pæla þessu sjálfur, talaði eitthvað við hann og svo, já, svo næst ég bóksaði við hann, það var allt öðru í þessi. Það vissi ég bara hvað hann var að gera og ég vissi hvað ég átti að gera. Hvernig fannst þér ganga á móti Fury, svona með tímanum? Sko... Þetta myndi taka Tyson Fury? Núna, já, hann er ekki sami Tyson. Nei. Það er ekki eftir þessar Valdri bardaga og eftir þessar Usyk bardaga, þetta er ekki sami gæi, maður sá það alveg í gær, þú horfður eitthvað að þetta gær. Ég horfði ekki í gær, sko, nei. Það á móti Makhmudov er alveg, harður gaur, skilur, hann er bara góður, Makhmudov, hann er ekkert world class, skilur, þetta er ekki gæi sem er heimsmeistari. En, Tyson, fór létt með hann, alveg já, skilur, en, var samt fekk fullt að höggum á sig sem hefði ekki fengið á sig fyrir ykkur síðan, sko. Að þið fannst ekki samfærandi, svona með hvernig hann var. Þetta var alveg mjög samfærandi, skilur, hann landar alveg. En, skilur, það voru situation, skilur, þess að Tyson sló hann með einhverju, effect counter í sig. Já. Sem svona, ok,
Nú Fury, hann hefur talað það meira að segja að erfiðustu bardagarnir hafa alltaf verið bardagarnir sem hann á að vinna auðvitað. Hann hefur alveg að dressa það svolítið svona með, það er líka að segja, þú veist, þar er hann andlega, þú veist, hann náður bara ekki að gýra sig upp í það. Já, það er mindsetið líka, hann er með entourage upp á 30 mann sem segja, leifur hann ekki lesu, þetta er easy bardaði, svo fyrir að trúa það sjálfur, þá er það erfitt, sko. Hann er með ömulega leiðilegt föruneyt í kringu sig og enginn eins leiðilegur á pappan, sko. Pappi sem hættir á kringum hann. Shit, gott maður, shit, hvað það er leiðilegur. Hann var svo ósáttur með að hann var að koma út úr retirement, takin að bardaða, þegar hann sagði bara, þú þarft ekki að bardaða, saman svo konan hann sagði, hvað eru 2 auka 0 við bankarækningin okkar? Þetta eigum milljónir. Við hefum gláðið 20 miljóna. Hvað eru 10-20 miljónir viðbútt? Skiptir ekki máli. 25 miljónir. Hefur hlustað á viðtalið sem að Fury fór áður en hann kom tilbaka hjá Rogan? Jú, ég hlusta á það sínum tíma þegar hann boksaði Velder fyrsta part. Áður en hann kom tilbaka og boksaði við Velder. Það er hann að lýsa í ástæðan fyrir að gera þetta, þú veist, bara hann fór bara í mesta þunglíndiskast bara sem að til eftir að hann vinnu titilinn. Hann sagði það bara, þú veist, ég átti allt, ég átti bara, þú veist, fallega konu, börn, ég átti, þú veist, maður ekki hvað hann sagði, 600-700 milljónir dollara þarna á þessum tímapunkti. Og hann sagði, eina sem ég langaði að gera, mér langaði bara að deyja, sko. Já, hann vann Klitschko í Þýskalandi og var rísastjórna, en sko, því ég þekki Tyson núna, sko, Tyson er með þetta bipolar, og hann línar rosalega mikið inn í það að vera bipolar. Það er engin ábyrgð tekin á því að vera með sjúkdóm og reyna að vera betri. Nei. Hann er bara bipolar og er bara, svona er ég bara. Já, það er bara afsökun eða. Það er afsökun fyrir hvernig hann hefði sér. Þannig að hann er að taka ákvarðanir og segja, veist, eins og fólk horfði á Home of the Furies season 1. Fólk er bara, og í hvað leiðilegu konu sinna. Og hann segir bara, já, þetta er bara bipolarið. Já, ég er bara depressiv núna, ég er ekki komin í maníun eða það. Ég er bara, svona er ég bara, veist, svona er svolítið ferillinn og þetta tilfling sem ég fekk að því að hann var að æfa fyrir hann barða, hann var bara að æfa út í Tælandi og í fríi og bara að æfa og bara, hvað er gaman, herru, berjums bara, já, geðveikt bara, þú veist, þannig tilflingin sem ég hafði fyrir svo bara, þetta gæti enda illa, nefnum bara Markbot og var bara ekki alveg góður, eins og hann ætti að vera, skilur, þannig að þetta hefði ekkert enda mjög illa, skilur. Ertu búin að vera í kampi hjá fleiri svona stóru nöfnum eins og þessu fjöruöðluslega í stærsta nafni í boxi? Já, þú ert með, hefur bóksaði Wilder eða hvað heitir hann að hinn, AJ? Nei, ég hef ekki bóksaði þá. Nei. En ég átti að berast þegar Wilder og maður tala um það í fyrra á, sko. Já. En þeir byggðu mig tvísvar en þessu bökkuðu þeir bara, svo henguðu bara crickets, skilur. Já. Það er leiðilegt. Það grilla. Það er umlegt. Já, ég var svo til í að boksa við hann, sko. Já, hann getur kýlt alveg svakalega fast eða ekki. Jú. Það er svona verið hans, þú veist, að geta tímasett högg, en, þú veist. Svo er það, þú veist, það kýla allir úgeðslega fast. Það er ekki gott að láta kýla sig í þungaveikt með þessum pingu litlu hönskum, sko. Það er ekki þægilegt. Nei. Skilur, þú veist, þetta er eftir bardagan þá, þú veist, er alltaf einn teiminn alltaf að vera með sorgleru fyrir mig strax að það augun á mig bara Já, ok. Maður verður bara strax að úksla maðurinn beint þetta bardagan, sko. Já. Alveg sama hvað, þú veist. Ég er nú með svona eina pælingu að því vorum að tala um hérna í byrjun að þú hefur verið að taka hérna BPC 157, Body Protective Compound heitir það og hérna Thiamin beta held ég hitt efnið. Ég er lífa fræðingur, ég er svona stúdrætti svolítið og notuðum alls konar svona drasli í vakstarættinni og ég man að það var hérna hlaðar sem ég var að hlusta, ég held að það hafi verið Rogan og var læknir frá MIT og hann var að tala um að íþróttamenn sem er í svona kontaktsportum, það sem að meiðsli geta orðið svona mikil, að það veri hollara fyrir þá að taka performance enhancing substances eins og stera eða peptid eða þú veist, alls konar prótínhormón. Hefur einhverja skoðun á þessu? Finnst þér ætti bara að leyfa þetta? Eða ætti að prófa fyrir þessu? Eða? Sko, það er svo erfitt að, þú veist, maður leyfi eitthvað sem er limited aðgangur að og kostar pening. Því það sumir fái betra og sumir fái verra, þá ertu maður búið til ójöfnvægi á markanum, skilur við. Já. Segjum bara, má nota stera, bara má nota testosteron. Og svo ertu með bara eitthvað sem er bara nota besta stöffið og bestu laktana og ef alla peningana.
þá verður þeir enda betri það er hinir ná ekki Þannig í rauninni var þetta, sko, þú veist, Ólympíuleikunum þegar Sovjetríkin og allt þetta voru, þú veist, og Bandaríkjamenn komu Dianaból, þeir bjuggu til einhverja aðra stera og svo var þetta bara, þú veist, hver voru með underground labið sem var að búa til besta stöffið og meðan að menn voru að keppa. Þetta er svona, þetta er í rauninni kannski ekki þægilegsta subjecti til þess að vera að ræða ef maður er í aktífur í sporti, en þetta er svona, það er núna að koma, sem sagt, svona eins og Ólympíuleikar fyrir menn sem að og konur sem eru á svona performance enhancer, sko. Enhanced Games. Já, og UFC-ið var þannig upprunalega, sko, að það voru ekki sko, þeir voru ekki að testa, þetta var ekki leyfilegt en þetta var ekki bannað heldur. Nei, en sko, svo komu allir Brasilíumennir sem að voru með það að þeir voru sem sagt, þeir myndi dæmi þegar Vítor Belfort kom nú með comebackið sitt, að sko, hann var bara komið með svona hálfgett deadbot, en svo fer hann á TRT og kallar bara TRT Vítor og veist, hann var orðið það massaður að trapparnir hans voru með trappa, sko, og þetta var maður sem að samkvæmt brasilísku læknu var með hættulega lágt testosterón, sko, og þú veist, þetta er þegar hann, sko, hann tekur augað úr Michael Bisping og eitthvað svoleiðis akkurat á þessu tímabili, sko. Olli Luke Rockhold eðilaði bara, þú veist, ginnið á honum, þú veist, ég veit ekki, ég er persónulega hlindur steranótkun í öllum íþróttum eiginlega nema bardaíþróttum, einfaldlega út af þessum faktor, sko, en það er kannski bara mín takmarkaða þekking á því. Þetta er svo, það eru eiginlega allir á okkur. Já, það komið svona mikið peningur í leikinn, ég meina sjálfsögðu gæti gert að, þú veist, það hlýtur að vera gríðalegu hvati, skilur. Maður er bara að vera út á allan heiminn, veit, og hér og þar, og það er allir á okkur. Já. Og þegar svo ertu líka að berast barða, þessi ertu að berast bara 10 barða, 12 barða, ekki unnið belti, eins og ekki er. Þeir eru okkur báðir á okkur. Það er ekki lifabróð, ef það er ekki belti. Já, okay. Ef það er ekki beltisbardaði þá er ekki lifabróð. Það er komið svo mikið stöffi í dag, sko, með sko úthalsaukandi efni, alls konar, sko. Með eitthvað EPO og eitthvað. Já, EPO, það er blóðröðaukandi og svo ertu með það er annað efni sem var hannað fyrir offitusjúklinga uppræðanlega, sko, Glasgow Klein Smith, en setur sér mítokondriuna í yfirstúning, þannig að framleiði meiri orku. Það var gert þess að fólk sem að var, þú veist, í mikill yfirþyngd geti kannski farið í 10 mínútur á hlaupabretti. Þetta var tekið fóraldri á marka. En þetta er eitt af þessu svona, hvað hét þetta? Það voru svona alls konar efni, hvað hét þetta? Voru ekki sterar, en þetta voru svona SARMs? Já, SARMs, alveg rétt, já. Þetta fellur svona, hefur oft verið selt með þeim hópi, sko, og sem fitubrennstuefni, en þetta getur, ég tók þetta einhvern tímann og ég fór á hlaupabretti og ég bara, þú veist, bara vá, þú veist, bara endist í klukkutíma og miklu hærra peysi en ég nokkuð tíma að gera, sko. Mér fannst það alveg magna. Og það komið svo ótrúlega mikið að dóti einhvern veginn núna, þú veist, þessi peptið og svona að ég held að, já, menni eftir að recovera, endast lengur og þú veist, í rauninni, minna, hvenær eru mennar í tægir í bóksi, það er svona kannski kringu fertugt. Þungavættin er að, sko, ef ég væri millivíkt þá væri ég í tægir, sko. Já. Þannig, þú veist, en ég 4 ára viðbót kannski. Já, þetta kannski býður upp á það að menn myndi endast lengur og svona, þú veist, pælingin, sko. Sko, líka pælingin með það að þetta sé engin, þú veist, það er lyfjaprófa, þú veist, þannig að, þú veist, það eru menn að nota skiluru, en þeir eru þá að nota rosalega, þú veist, með eitthvað lækna og eitthvað svona dæmi, þú veist, þeir eru klína og max tímum og svona, sko. En þetta er líka, þetta er jafnvel svolítið leikinn að, þú veist, þegar komin hæsta leiflega er þetta testað, að þá skiptir máli hvernig þú æfir. Hversu góður þú ert. Þá skiptir það máli, sko. Já, skiptir meira máli. Það er fyrir bara hvað þessu mikið peningu hefur til þess að sprauta eitthvað drasl í því, sko. Já. Veist, þá er þetta bara að snúast eitthvað annað, sko. Veist. Í rauninni, sko. Já. En er þetta ekki ógeðslega pirrandi, Kolbeinn, að sko vera þetta góður í þinni íþrótt en fá ekki tækifæri til þess að rauninni sína? Mér finnst þetta að vera svolítið svona einstæmi þegar maður skoðar íþróttir yfir höfuð að hérna, þú veist, ef þú værir, þú veist, á þínu level í fótbolta þá er alltaf eitthvað sem tekur eftir þér, eða körfubolta, vegna þess að einfaldlega að þú ert að salta aðra gæja bara
dag eftir dag eftir dag. Þetta hlýtur að vera ógeðslega pirrandi að bara fá ekki bara út af einhverju pólitík og hugleysi hjá öðrum bæturum, fá ekki að sína það. Þetta er business. Þetta er business og líka að menn að fá barða, að berjast við eitthvað, þeir eru ekki að velja mig, þeir eru að berjast. Þegar þeir fá eitthvað val, þeir eru ekki að fara, fá mann gauður sem getur mögulega, sem vinnur mögulega. Þess að þið fekk heimsmeistarabardagann, við vissum bara 100% að þið voru að vanna með þetta ekki. Það var 100% vannmat að þeirra hálfu, Það var heimabæni með honum. Það er ekki bara þykjast vera drullu lélugur og ætlar að ná þessu. En það var hann sá með berjast, það var undan, það voru nýbúin að rífa með Litháen og það var bara offþjálfaður og það var ekki mitt kvöld. Ég stóð bara í fyrsta lúti bara sló hann einu sinni upp ekki og hann eiginlega bara, gafst upp svo að handablottið eitthvað, og þetta var fálegt, Okay. Og þá sáuður mig og það voru bara, við vinnum hennar guður, það voru 100% vannmatt sem kom svo bara ljós á kvöldinu þegar hann bara kom ekki upp úr hotninu, og ég, fólk sá þetta bara, skilur við, þetta er líka búið að spyrjast þetta er svona, þetta er bara business, þannig að ég verð bara það er svona berjast, haldur að vinna með þú ekki að fara að eignast ykkur að vini en í Sádi-Arabíu? Það er bara einhver kótakongur að er að hlusta sem er tilbúin að henda einhverjum fullt af peningum í mig til þess að byggja mig upp Þeir eru allir að hlusta þá bara heyri ég mér og við gerum eitthvað sétt Það er ekki að taka bara barda við Eddie Hall og fá aðtigli út á það myndi það kannski minka líkunar Það er góð pæling en klukkan er þetta 10 Jón Ertu með eitthvað fleiri komment? Hörðu, ég er með nokkur kommentina. Það er meðal annars, byrjar hérna, hagkaup í Skeifun er orðið að 3. heimsríki, eitti kortir þarna í morguna því að starfsmaðurinn var Nígeríumar sem talaði ekki íslensku og gati ekki rétt að vanda á sjálfsagðstukassanum. Hjálpar ekki til við að það eru arabar sem hanga þarna fyrir utan daginn út og inn. Hann var að kvart yfir eins og hann Hermann Nökkvi yfir á Morgunblaðinu yfir þessu, ég veit það. Já, var hann að lendi þeim? Svo, já, hann sagðist ekki hann sagðist að sé einhverja stelpu lenda þannig í þeim fyrir, ég man ekki, þetta var það leiti sem við vorum að byrja með bjórkastið. Já, jú, við rámanum eitthvað í þetta. Er það ekki? Já. Svo kemur hérna, ég spyrir hlakka til næsta live event og bjórkastkvöldið var frábært, eini vankanturinn var gaurinn sem hélt utan það og var að veigra sér við mest hægri sinnuðustu skoðunum. Ég tók ekkert eftir því. Voru menn eitthvað... Nei. Ég held að... Ég held að það var ekkert filteraður þarna, sko. Nei, það er ekki. Nei. Ekki þannig. Ég sagði alveg hluti þarna sem ég myndi ekkert endilega nenn að vera að segja núna í beinni útsendingu, sko. Hvað... fá okkur að fjölmenn eftir mér, sko. Ég fannst nú menn vera bara frekar, við vorum sett með bjórkvöldum daginn og þá voru að taka spurningar og svona og þá voru menn frekar filterslausir fannst mér, sko, frekar eitthvað annað, sko. Ég elska þetta, sko, að okkar menn, þú veist, þeir vilja alltaf vera meira, sko, og að svona, við erum kannski svona þeir sem að örgulega ganga hvað harðast, sko, í ykkur svona orðræði eða hvað sem við kalla það, sko, og samt er við bara okkar menn sem eru bara íta á okkur, bara hætti að vera aumingjar. Ég fíla það. Bara haldið okkur á tánum, skilur, þannig að við verðum ekki einhvern veginn daufir og lélegir, sko. Þetta er ykkar mannsfýr. Já, þetta er okkar mannsfýr, sko. Já, þetta er svolítið okkar mannsfýr. Við erum sem sagt svona hægra megin við miðjuna og höfum verið svona að gagnrýna svona alls konar aumingjaskap og vókmenningu og þú veist, svona benda á kannski hluti sem eru augljósir í samfélaginu sem kannski enginn er að adressa eða ávarpa eða þorir að segja og höfum fengið oft svona svolítið harkalega útreið fjölmiðlum hjá þeim sem eru kannski svona viðkvæmastir Heimildin og DFF og alls konar lið sem að tekur svona því sem að við segjum hérna rosalega nærri sér, sko. Ég var að pæla í því, en nú höfum við skrifað nokkra greinar mig á Heimildinni og DFF og okkur miðlum. Já, svona 20, Já, aldrei nokkuð tíman hefur einn blaðamaður og ég var veltaði fyrir, er ekki einhver hefð fyrir því að skrifa grein einhvern mann og einhver ummæli eða eitthvað svona, eru blaðamenn alveg hættir bara að biðja komment eða eitthvað svona? Ég var að tala við Ernu Ír sem var blaðamaður bara hjá MBL og við og var að spyrja hann út í akkurat þetta. Og hún sagði, sko, þetta eru starfsreglurnar sem allir eiga að vinna eftir. Ég hef aldrei fengið eitt símtal til að vera að skrifa einhverju svona drullu greinar okkur, sko. Nei. En ég veit ekki, mér finnst þetta svona
Mér finnst blaðið sitt ógeðslega óvönduð og svo sko, þú veist þessu greinin sem skrifum við á heimildinu daginn, þá var tekin sko, þá var svona umfjöllun mig og hérna það var verið að halda þennan event og svona tengja þessa menn við mig, það var svo hræðilegt sko, því og þá taka fyrir sko eitthvað svona ein ummæli frá mér, þú veist, hann sagði þetta einhvern tímann í hlaðvarpi fyrir hálfu ári, samt eru þessir menn að fara að vera með eitthvað svona, en hann sagði þetta og maður bara eitthvað svona, og þú veist, náttúrulega pælingin með greininni ekki komast að neinu eða eitthvað svona, pælingin bara að mála mig upp sem eitthvað, skilur bara eitthvað, þetta eins eina sko, ég er tjá mig sko hverjum einasta degi á X-inu, ég er búin að segja milljón hluti, en það bara eitthvað, þetta sagðan, við ætlum að negla þig á þetta og við ætlum að presentera þig sem þetta, af því þetta vont, af því þetta gerir þig að einhverju svona hóp sem að við vitum að vondur. Basically það var að saka sérum að vera kynþáttahatari hérna eftir að hann sem sagt mótmælti því ekki. Þetta Helgi Hrafnina Pírati segir, þú bara rasist og eitthvað svona og hann segir bara, þú má bara kalla mig það svo vilt skilur, ég tekis ekki nær mér sko. Og hérna, þetta var ekki eitthvað rasísk ummæli, þetta var tölfræði og eitthvað svona sko. Og svo byrjar fyrsta blaðið að skrifa þetta og svo byrjar næsti sko að vitna í það og þá byrjaði sko upprunalega kommenti að vera svona lost in translation. Þannig að svo var þetta bara að þú hafðir upp sko einhver brjálu rasísk ummæli en það vissi einhvern veginn enginn sko hvað þú hafðir sagt upprunalega sem að var ekkert, þú bara neitaðir því ekki. Jú, heyrðu, jú, sko, ég myndi kalla þig homma og þú myndir ekki heyra það og næri ekki neita því eftir það. Morgunblaðið sem nú blað íhaldsmanna og einhver vandaðast í svona miðill okkar hægrimanna skrifaði nú að ég segist vera yfirlýstur kynþáttahatari. Það var bara Morgunblaðið, skilur við hvað. Og það er svo fyndið að íslenskir íhaldsmenn og íslenskir hægrimenn haldi að Morgunblaðið sem bara svona gjörsamlega fagga dóminæraða dæmið sko, að það sé eitthvað svona þeirra miðill, þetta er algjör brandari. Sko. Það var það er komið með einhverju kynþáttahatra. Já, það er fullkomið skeytingaleysi gagvart sannleikanum þarna í hádegismóti. Það sá með sko fréttir, þetta er business. Þeir eru að fá kliks og shares, comments. Þetta er bara það. Þetta er bara, þetta er eitthvað og þetta er trending, ekki meira. Þess vegna er að henda út fréttum. Þetta er bara business. Þeir eru að fá kliks og þá fáir auglýsingapeninga og þá fáir tekjur og borga launin sín og eitthvað svona. Þetta er bara þetta. Þú veist, það er bæði það og svo eru líka sko sumir sko miðlar sem að eru bara ganga, þú veist, á vegum einhverja stjórnmálaflokka. Því þeir eru ekki endilega sko skilin svona hagnaði, þannig að það er að vera að borga með þeim. Þannig að hérna, maður tekur svona eftir því að þá er verið að nota miðlana til þess að taka niður svona óheppilega einstaklinga og stundum virkar og stundum ekki og okkur er reyndar eiginlega alveg drullu sama hvað er sagt okkur, þannig að það er svona hjálpa okkur. Við fórum alltaf auglýstum undir fréttunum, hann sem voru að segja hvað við vorum vondi gæjar, hann fór ég alltaf að setja inn auglýsingu hvenær næsti þáttur er því. Það er svona mestum að láta okkur í friði út af, held ég. Ekki vera reiður við fólk út hvað það gerir ef að það er, veist, ef það er ekkert ílsekast, það er bara vitleysa, skilur við. Já. Maður veist, þetta er bara, þeir eru bara að vinna vinnur svona, og þeir eru kannski ekkert illt meint með því. Nei. Þeir eru bara, gerðu þetta. Einhver fá eitthvað fyrirmæli, bara hugsunarleysi. Þeir eru kannski ekkert, þeir eru kannski bara, já, ég vinn bara þetta, þetta er ekkert, þeir eru að vera vondir, þeir eru að móti ykkur, skilur. Ekki alltaf, nei. Það eru nokkrir, ég ætla bara að nafngreina á, það eru ógeðs gæjar eins og Kjartans, blaðamaður ársins, hvað heitir hinn Samuel á Vísi og Kristinn. Það er fullt af liði. Þetta eru bara algjöri lortar, ég ætla bara að segja það í beinni, sko. Þetta er alltaf sko... Þetta eru algjör ógeð. Þú er væntanlega ekki búin að staðsetja einhvers staðar í pólitík, þú ætla bara að taka íþróttirnar á þetta. Já, þetta er, þú veist, ef þú ert íþróttamæður, þarf það að vera allra. Þú mátt ekki vera að staðsetja einn staðar á okkur póli, sko. Nei, það er ekki good for business. Nei, þú veist, það er ekki, þetta er bara, þú veist, og maður er, þú veist, eins og allir eru bara ekki staðar í miðinni, skilur við. Þú veist, eins og bara eins og 90% af fólki er bara ekki staðar í miðinni, svo er bara þessi 10% sem er sikur megin, sko. Ég held að sé mikið til í því, sko. Þú veist, maður vil bara geta, þú veist, borga íbúinu sinni og geta í matinn og vera látin í friði. Já, látin í friði, skilur, vil geta gert það, sko. Þú veist, nákvæmlega hvernig það er gert það, þú veist, við erum alls sama, skilur.
En Við erum allavega við vonumst til að geta haldið annað svona kvöld sem allra fyrst. Já, við fáum ábyggilega að vita það fljótlega. Það var nú annað kvöld á vegum Paradigm með Hlédísi og henni Ívu. Já. Það verður í apríl eða ekki. Man ég það ekki rétt. Jó, 22. ef ég man rétt, en ég ætla ekki að lofa því að sé 24. ábyggilega. Það ég er nú að vona að komi og segja okkur aðeins frá því hvað alltaf að gera í næsta þætti, en bara, það bara stutt stopp. Og ég er náttúrulega hvet alla til að fara að kaupa sér mið á það. Það verður mjög áhugaverð. Það eru helvíti magnaðar báða tvær. Já, og var mjög flott á kvöldinu í okkur. En svona að lokum, eitthvað sem þið langar að adressa eða ávarpa? Ég langar að spyrja þig að lokum, Kolbeinn, fyrirgefðu, svona bara, hver er þinn uppáhaldsboksari allra tíma og hver er þinn uppáhalds barda íþróttabáður allra tíma? Er það sami aðilinn? Ég held rosalega mikið upp á Carlos Monzon og Larry Holmes og Sigurður Robinson. Og rauninni Sigurður Robinson bara er all time favorite. Með fullt af gömlu vídeum á hann að æfa og þetta bara svona, okkur er maður ekki að gera þetta. Að því að það kom bara svona tími þar sem svolítið þessi NFL íþróttafræði smitast út í allt. Þessi NFL íþróttafræði þetta, tölum við byrjum þetta max púlsdæmi og max intensity fara alveg. Þetta er þetta NFL-tótt sko. Já, okay. Sem er þetta NFL styrkþjálfarar sem er bara ég fyrir út að æfa, þetta er allt NFL fyrir með NFL-gæjar, allir þessi gæjar sem styrkþjálfararnir úti. Og það sem er, allt þetta, þessi hugmyndafræði, það kom myndar 90s, skilur það öll óslamasæðir og eitthvað svona, 80s, 90s var þessi dæmi. Svo horfa á þessu vídeo á þessu gæja sem er bara, þetta er bara langbesti boxari, bara ever. Og hann er bara, það myndi smóka alla í dag, alla á any era myndi að vinna og maður sjá bara hvað er hann að gera nákvæmlega, hann er bara að boxa og vera gera boxhreyfingar í öllu þrekjunum sínum, bara svo low intensity þrek og vera að boxa hvað ger ég það ekki? Var það hann sem að hljóp fleiri kílómetra á dag alltaf aftur á bak af því að hann barðist svo varnalega, er ég að rugla honum saman við þetta annan? Hann geti alveg gert það sko. En hann retæraði á miðjum fellum, flutti Frakklands og var steppansari í alveg 2 ár. Hætti því, fór tilbaka, byrja að boxa, heimstur aftur. Já. Ég hef hort á bardaga með honum. Þetta er svona eiginlega gull alltaf tími bóksins. Er hann ekki middleweight eða eitthvað sliðis? Jú, þetta er bara... Hann átti nokkra, hann var annar gæði sem var svona eiginlega mitt favorite sem hann barðist oftar en einu sinni við. Hann Reggie Bull. Það er ekki gæðins ég er að hugsa. Það geti verið, ég man ekki. Hann er ekki eftir þessi, en þeir voru 3 í middleweight sem voru svona... Þú veist að ruggla Sigurður Lennart. Já, ég er að ruggla Sigurður Lennart, já, ok. Sigurður Robinson er sko 40s. Já. Það er bara svartkvít. Hann er svo rosalega, svartkvít vídeo, æfingavídeó. Það er fullt af vídeóum en allt svartkvít. Einmitt. Og fullt af bördugum líka bara svartkvít. Fullt af bördugum til. En þetta er gullið sko. Ok, ég þarf að tjekka þessu. Og svo Carlos Monzon, 80s, Argentínu. Ég held að það er ósigraður þegar hann hætti. Og svo bara drápa konuna sína og fór í fangilsi og fekk svo reynslulaustu fangilsi og dó í bílsi. Gerði út í skurðu og dó held ég. Það var svaka tragedy sko. Það var stærsti ílsjörna Argentínu sko. Okay. Bara á þeim tíma sko. Hann bara, hringdi bara fórsetan og vantaði eitthvað sko. Það var þarna sko. Já, ég vissi ekki eins og þennan gæði sko. Það er rosalega sorgleg saga sko, áhugaverð saga. Já. Hann bara, veit ekki hvað gera, hann bara draf konuna sína. Fór inn, en var samt svona, fekk rosalega gott treatment inni. Ég held að hann hefði verið bara fengið svona, hei, þú fær dagspassa eða eitthvað út á í bísleysi, þá. Argentíski OJ. Þetta var, já. En hvað með Rocky Marciano? Fílar þú Rocky Marciano? Já, ég fíla hann líka. Hann er líka með svona, hann er með þetta svona fokkaðir attitude, sko. Hann er líka með óvinnilega stíl, svona, þú veist. Hann var alltaf að krossa. Nei, ég las bókin hans, þá, þegar hann var að keppa amatör,
hann bara hata að tapa, hann var að tapa, var skítapa einhvern gæja, bombaði pungir hann, bara bombaði í pungir fast og einhvern, hann hafði disqualified, tapaði ekki, skilur, hann bara, já, tapa. Ok, það er fínt. Hann er geggjað Er það UFC dæmi að pota í auga á mönnum? Já, þetta er, ég er að tapa, ég ger eitthvað, þú veist. Og svo rímall, og hvað það kannski lað með að sinna. Já. Getur gert eins og Dylan Danis og reynda að stökka í gíotín þegar hann er búin að tapa bardaganum. Já, sátrúður. Það var ógeðslegt. Var það ekki Jake Paul sem hann var að berast við? Það var að bróður hans. Logan, það var Logan. En erum við ekki bara að vera góðir, Jón? Hvað segir þú? Er eitthvað? Jú, klukkan er komið við miðnætti hjá mér. Já. Ég er búin með 3 bjóra, ég verður örugglega þunnur á morgun. Já. Bjórkastið er svona ekkert, þetta byrjaði þannig að við vorum alltaf með menn hérna að drekka bjór, sko, og fengum alls konar vittleysu upp á fólki, sko, þetta var svona strategía, sko, og Jón var hérna reglulega svolítið vilglasi. En núna á síðkastið að þá hefur ekki verið að drekka bjór, við þurfum eiginlega að fara að breyta nafninu, þetta er vandræðilegt. Þetta er full faglegt líka. Ég er hérna með spænskan, hann er helviti góður. Já. Ég neitaði alveg mönnum, sko, eins og hérna, ég neitaði Tóta Hjartar, hann spurði hvort hann yrði að drekka og ég sagði bara já, annars bara er ekkert með hann að Hann kom með viski, hann drekka ekki bjór. Já, það voru reglundar í byrjun, við erum búin að ná nokkru vel ölfuðum hérna. Já, það var stemning, sko. En heyrðu, ég held bara komið gott, bara takk kærlega fyrir spjallið, takk fyrir að koma og ég vonum bara að þú jafniði sem allra fyrst. Ég var komið með ringside miða, ég fekk gefins ringside miða frá félagið minn, ég var alveg hrikalega sáttur, sko, og svo þurftur að meða þig, sko, þannig að þú klúraði þú því. Já, klúraði því. Eðilega er það. Tókst að skemma það. Takk fyrir það. Já, ég vona bara að jafniði og ég vil bara sjá þessum heimsmeistara sem fyrst. Það verður næsta. Algjörlega. Við lokkum til að sjá meira þér. Takk kærlega fyrir okkur. Takk kærlega fyrir okkur. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig.